Já, halló, testing. Held að þetta sé komið. Jæja, góðan daginn, sælon. Við erum að fara hérna live með úrslitaleikin í Frís milli Tækniskólans og MH. Lobbyið var að fara í gang, þannig að ætti að vera örfáar mínútur í leikin. Það veit ekki hvernig ég því að breyta titlinum. Sagði ég MH. Já, akkurat, titlinn segir ennþá Rocket League, sem er ekki rétt. Þetta verður Counter-Strike. Spurning hvort að ég sé með leyfi til að breyta því. Hanna. Býttu. Það var spurning hvernig maður breytir leik. Uppráðum ekki game. Frábært. Hanna. Ég skottum maður sem mod. Já, vantar bara eitt reddi í hjá Flensborg. Þegar það kemur í gegn þá hefst veto. Það verður æðið sem ég best veit best of 3 leikur, sem þýðir að það verða ég minnst að hvað 2 kort spiluð. Bæðið fá að velja 1 og svo verður loka kort valið sem 3 kort. Aftur mátti veit ég ekki hvort að vantar þetta eitt reddi. Hægt og rólega, allt að gerast. Ég held að þetta sé best of 3. Þetta er allan að skrifa sem best of 3 á Challenger mode. Aftur á móti verða við ekki, ég bara veit það ekki. Einn aðeins hlut sem ekki verið í ljós. Já, við kannski rennum yfir liðin í kvöld, svona fyrst að það er greinlega biðtími eftir Flensborg. Flensborg verða með Jón, Leisblindur, Rafle, Bjarni og Pirlof og eru með Blue Man í coach. Það er Tækniskólinn spila sem Bubbles, Magnúsium, Krakker, Stranger og Tracy Cookin. Já, nokkuð sem þetta eiga að vera best of 3, en það var uppræðanlega allir leikurinn að fyrir klukkutíma. Þannig að spurning hvort það sé eitthvað breytt. Það sem ég best veit þá er ekki neinu breytt, en gröð. Þannig að erum við ennþá að bíða bara eftir einu reddi. Ok, það svoleiðis. Ég var að fá þær fréttir að Rafle er bara lappandi að eldgosinu og er á leiðinni heim. Ok.
Það er svoleiðis. Fyrst að það er málið, þá er örugglega nokkrar mínútur í bið. Þannig að spurning hvort að við hendum þessu á eitthvað svona skjá og spurning hvort að við þetta er ekki meina tónlist. Já, herði, það er rétt að Vetóið er í gangi. Sýnist að Vertigo hafa verið pikkað af Flensborg, Tækniskólinn pikkar Mirage og þriðja mapp er Inferno. Inn á milli var Dust 2 bannað af Flensborg, Nuke bannað af Tækniskólanum, svo pikkin og svo kemur Train bann frá Flensborg og Tækniskólinn velur Inferno og bannar þannig Overpass. Með það komið á hreint þá ætla ég að henda í BRB skjá og ég mun vera komin tilbaka leið og leikurinn hefst sem að verður vonandi nær núna heldur en fjær.
Jæja, mér sýnist minn maður vera mættur. Það er leikurinn fyrir að hefjast. Það bara yfir. Það er ennþá varmur, vantar tóin á server. Spurningar reyndar hvort að ég lækki smá í leiknum. Hérna F-in eru Vertigo sem var valið af Flensburg. Tækniskólinn segi eru með Mirage og senast mappur Inferno. Allir konur inn á server, það snýst það bara að reddja. Og ég held að það verði hnífað fyrir hliðar. Þannig við förum inn í hnífarandi núna. Vertigo, mjög gott, þetta er mjög jafnt map, fer eiginlega mjög mikið eftir liðunum hvort að það fíli meira að byrja termegin eða sitmegin. Þannig að það skiptir kannski ekki gríðarlega miklu máli fyrir annarkvort lið að vinna hnífana hérna. Fer bara eftir hvað þeir vilja gera í raun. En Flensburg þeir ætla svo sannarlega að vinna þessan hnífa. Fá núna að velja hvort megin þeir byrja. Það er svona öruggara valið að byrja CT megin. Það sem þetta er ekkert að því að byrja term megin. Nei, þeir ákveða CT. Og þá fyrir við inn í pistolrondið. Úps. Ég takk að taka hana. Við erum að horfa á það að tækniskólinn, þeir eru með Smoke Fast og Stranger. Eru eitthvað að feika hérna pressu á B-ið. Það er raflega á móti. Hann er spottaður, Tracy Cookin átti möguleika að killið hana. Maður komin í backupið. Raflega nær að taka úr Tracy. Og núna er restin af tækniskólanum á leiðinni A. Þetta er í raun allt fake. Það var að draga alla úr Flensburg yfir. Jón nær fyrsta samt. Krakker nær loksins að svara fyrir. Og Krakker nær þannig öðrum lesmyndur. Það er svo aggro hana. Nær jafn í leiðum. 3-3 núna. Engin smoke nick hit á Flensburg. Krakker með gullfalli skotana en Bjarni svarar fyrir. Stranger núna 1 eftir á móti 2. Pirlo ætlar að stikka deffið. Þetta eru 10 sekundur. Það er engin kitt á honum. Stranger er ekki að píka. Pirlo núna nær deffinu. Þetta var grjót hart. 10 sekundar stikk. Stranger aldrei að fara að búast við því. Og Flensburg vinna fyrsta rándið. Tækniskólinn ákveður að kaupa samt, það eru 2 riflar í spilinu. Breiða sér aðeins út mappið. Magnússon nær fyrsta hana í gegnum smókin, lesmyndur fellur, Rafle svarar fyrir. Og Tracy Cookin svarar fyrir það svo. Svo Daniel Boga hann neðst á A-inu og núna 3-3. Riflun eru ennþá lifandi fyrir tækniskóla. Krakker er búin að ná sér smá stjórn á miðjunni, nær að taka út Bjarna í rótitinu. Núna er einhvern veginn allt opið fyrir tækniskólanum. Spurning hvor megin það er alltaf að enda. Krakker getur raun annarkvort farið í bak eða haldið rótitinu. Þannig að Tracy og Magnússon þurfa bara að pæla í einum gæja. Krakker að lappa í bak. Jón er að búast við þessu, nær honum ekki. Og tækniskólinn gott sem búin að vinna þetta ránd. Vel spila hana í miðinni, ná að taka plássið.
Já, Pirlo ætlar að spara þetta inn í næsta ránd. Við erum líklega að sjá Flensburg kaupa og reyna að sigra þennan peningabardaga sem að fara í gang. Aftur á móti eru tækniskóli, þeir eru mjög vel settir. Þeir ná að lifa hérna 3. Aftur á móti Krakker mögulega að fara að falla hérna. Pirlo nær honum. Og Tracy fellur, þannig að allt í einu Magnússon bara einn eftir lifandi. Það hefur verið gott fyrir peningin hjá tækniskólanum að lifa hana aðeins meiri, aðeins fleiri segi. En þeir ná að sigra rándi, það það sem skiptir mestu máli. Kaupið hjá Flensburg ekki mjög gott. Bjarni á M-fornum, restin af þeim á Diklum. 157 á Jón. Tækniskólinn, þeir ætla að hæga þess á þessu. Stranger plassar hana yfir Tracy Cookin. Fellur raflega nær öðrum svo. Vélspila hjá raflega, það eru ekki fleiri að ætla að taka á mót honum. Það líka maður kominn bak Tersbón. Hjá Flensburg, það Bjarni. Hann að fara í bakið hérna nær bombunni. Magnússon fellur. Allt í einu Flensburg bara sigra hérna tilbaka. Raflega gerir þetta mjög vel þannig á B-inu. Stranger, ég veit ekki hvort hann hefði feil á flassinu eða hvort hann hefði bara ekki farið nú djúpt. En Raflega var alls ekki blindur hana. Og Tracy vantarlega að pæla í hægri hliðinni. Þannig búið að hann nær að taka út Jón. Þetta ennþá geranlegt fyrir tækniskólan. Þurfa að finna 4 í viðbót. Gerir þetta erfiðara að þeir eru ekki með stjórn á bombunni. Þurfa að fara hérna niður rauðastegan. Þar sem Raflega að halda á samt Bjarna. Og Bjarni nær hana fyrsta. Krakker veit núna að þeir eru 2 hana, tekur úr Bjarna, en Pirlo svarar og Flensburg ná öðru rándinu. Ég býst fastlega við því að tækniskólinn sé að fara að kaupa inn í þetta ránd. Stranger búin að því. Það gamla góða BR-össið. Flensburg, þeir eru 2 að mæta á móti. Raflega flassar hann af línni. Það stoppar hann samt ekki, heldur áfram. Seinna flassið og smókurinn. Hérna koma þeir út. Raflega tekur út 1. Það samt ekki fleirum aðeins svo mikið. Pirlo í hjálpinni. Kominn baki server. Næra spila hann í kringum smókinn. Stranger tekin út. Það ekkert stöff á tækniskólan til að koma sér áfram. Þannig að þeir þurfa bara að taka þess að fæta. Tracy gerir vel, hann nær samt Bjarna. Heldur áfram, Krakker nær öðrum. Allt í einu 1 eftir, það hann Jón. Og tækniskólinn ætla sér að sigra þennan partaða. Jón á ennþá stöff. Ennþá greinur. Aftur á móti Krakker vel lár hjá tækniskólanum. Sýnist hann ætla að spara þetta samt. Taka hann M4 inn í næsta ránd. Magnússon fellur þannig að Jón nær ekki öðrum. Mikilvægt fyrir tækniskólan að taka hann riffil úr spilinu. Núna eru Flensburg þurfa að býstu við að kaupa hérna. Já, Bjarni kaupir upp á Jón. Hann hefur alveg séð að vinna þessi ránd, en þetta verður mun erfæra núna því að tækniskólinn eru í raun á bara mjög góðu kaupi. Náða að lifa 3 í seinasta rándi. Tækniskólinn þeir að hægja hans niður á leiknum. Magnússon kominn með B-grifina. Gott flassan á Raflega. Það einum út úr þessu. Magnússon aðeins og hægur hann að kíkja upp. Gott trade fyrir Flensburg.
Jón er þarna krakkar sem var ekki að búast við þessu. Á móti Stranger, hann er komið með miðjuna en neittur til þess að bakka hana samt. Flensborg eiga ennþá A-rampinn og hérna kemur kill frá Jón. Pillow tekur út Stranger í miðjunni og Flensborg staða núna 3-2 líklegast eftir að þeir finna Magnúsum. Það eru 2 menn á rampinum. Nær að sjá þannig að lesblind. Líklega nær þessu killi, já, Greinan hittir Jón núna einn eftir hana. Magnúsum nær ekki alveg killinu, Jón nær að bakka. Og 10 sekúndur eftir, ekki mikið sem hann getur gert á þessum tíma. Það reynir að spara M4-inn. Nær því. Flensborg ætla ekki að fylgja honum eftir. Þá er spurning hvaða tækniskólinn gerir. Sýnist þeir ætla að játa sig sigraða, henda í hálfkaup, eiga ennþá pening til þess að kaupa í næstu rándum. En þeir ætla sér aðmein, þeir eru allir 5 mættir neðst á rampinn. Móti eru Flensborg ekki að berjast fyrir rampinn, þeir halda aðeins aftar. Liðsmundur er taggaður þarna. Jón bak við sandbakinn, spurning hvort að hann verði kleraður. Nei, hérna kemur flassið, hann nær 2. Það er samt ekki 3. Tracy svarar fyrir, en Jón er svo sannlega búinn að gera það sem hann þurfti að gera. Liðsmundur tekur hann á Magnúsum í gegnum smókin og Tracy fellur og núna er krakkar 1 eftir og Bjarni klárar hann. Það er núna 4-2. Daniel Boa og Stranger eiga ekki efna á AK. Er í raun já, og það lætur þá vilja spara í annar ránd. Nokkrar pislur. Flensborg mjög aftarlegir en á B-inu. Þeir eru mjög mikið búin að vera að spila framalega en Raflega ákveður að vera aðeins aftar þetta skipti. Pressa hérna neðst í rampinn, ekki mikið að vera á mappinu. Pillow nær að taka út krakker. Þetta er miðjan fallin hjá tækniskólanum. Daniel hérna spottar á A-inu. Jón er að taka úr Daniel, núna er restin af tækniskólanum á B-inu. Þá er að taka úr Rafle. Tracy reynir að finna Pillow, aftur á móti Pillow tekur bara upp díkluna og klárar þetta. Staðan núna 5-2 fyrir Flensborg. Aftur á móti er tækniskólinn núna komin á kaup. Hakar á alla. Saman tíma er Rafle komin á vappan. Hann fer á B með það. Þar á móti er krakkar að koma hérna. Rafle aðeins svo seinn. Þarf að gefa grifina. Þannig að koma þér allir. Smókur frá Daniel. Rafle samt með línuna, nær að taka úr Tracy. Er að halda svo áfram. Gott flassana, Stranger staurblindur. Rafle heldur áfram, Daniel fellur, Stranger tekin á Pillow. Og þeir eru varla komnir upp stigan. Og þeir eru allir dauðir. Magnúsum núna 1 eftir. Og Bjarni nær að taka hann út. Góð tilraunan hjá tækniskólanum, en Flensborg mjög fljótur að rótita frá A-inu. Voru í raun mættir 5 á bombsæti áður en að tækniskólanum var komin upp stigan. Og þeir senda tækniskólan í annað spar.
koma þér út miðina. Þar á móti Jón, hann takkaður ákveður að bakka. Pirillov og Bjarni eru ennþá að fæta fyrir þetta. Og Bjarni næra þreimana. Magnúsum núna 1 eftir. Hann reynir að spila í kringu smókin. Þeir vita samt af honum. Og Bjarni klárar þetta nær 4. Það er núna 7-2. Stranger komin á vappan. Spurning hvert hann fer með hann. Rafle á móti að spila B með sinn. Já, Stranger fer B með inn. Rafle var samt ekki á línunni í þetta skipti. Bjarni pressar B-grífuna. Tækniskólinn fastir bak við smók. Aftur á móti eru þeir með A-rampinn á móti. Kemur 1 smókur hana frá tækniskólanum. Aftur á móti eru þeir lappa hana í þá. Flensborg ná að treyta. Krakker fellur líka. Jón nær honum. Og bomban á leiðinni B ef mér skallast ekki. Magnús sem reynir að fela sig hana í smóknum. Spurning hvort að hann nái einhverju út úr því. Stranger nær að taka út Pirillov. Bjarni samt mættur í rótadegi. Þeir búast líklegast ekki við því. Tracy, hann tekin út. Magnúsum ennþá A megin. Þeir eru allir farnir af A-inu. Þannig að hann ekki að fara að finna neitt. Stranger hana hittir ekki skotinu. Lítill tími á klukkunni. Það að taka út Bjarna. Pixellínan. 10 sekúndur núna eftir. Bomban þarf að fara niður. Það maður komin í bak. Magnúsum mætir og Stranger klárar. Og tækniskólinn ná rondinu. Tíminn orðin mjög naumur. En Magnúsum kemur rétt í tækatíð. Bjarni og Pirillov konum með 2 vappa núna. Og 20 sekúndur búin á rondinu. Og 2 vappakill kominn. Bjarni spurning hvort hann hafi séð hana. Gerði það ekki. Næri ekki flikkinu. Daniel mjög tæpur á því að deyja hana. Aftur á móti Bjarni reynir að finna núna. Meðan 3 manna X á B-inu. Tækniskólinn afsakið komnir upp að ellinu. Stranger nær ekki skotinu þannig. Skiptir ekki máli því að Magnúsum nær honum. Rafle fellur. Annar maður á B-inu. Það lesblindur, hann tekin út líka. Bjarni allt í einu núna 1 eftir á móti 4 með vappan. Sýnast hann ætlar inn í þetta. Þarf að finna 4. Hann með kit. Tekur út fyrsta. Þetta Daniel fallinn. Það ennþá maður inn á. Það Tracy. Það næst ég að taka Bjarna út hana. Þetta Bjarni ekki að hitta. Og Tracy klárar. Annar rondi í rauð fyrir tækniskólan. Og nægur peningur hjá Flensborg. Aftur á móti eiga þurfa að vinna þetta ránd að þeir vilja ekki spara. Stranger komin hana í línuna. Rafle hann tekin út. Reynir að vera aggro hana í B. Meðan Bjarni pushar rauðastegan. Nær að taka út Magnúsum. Svarar fyrir killina á Rafle. Ágætlega hægur leikur hjá tækniskólanum. Þeir eru allir að hópa sér saman. Lappa í áttina að A-inu.
kemur X-ekið, það maður á shortinu, það lesblindur, hann komin í baki á þeim, þeir eru ekkert að pæla í þessu. Nær takur 2, Stranger. Nær að svara fyrir, en þetta round gott sem búið. Smókanir eru ennþá uppi. En þetta mjög erfið staða fyrir Stranger að vera í með vappan. Jón hoppar hann ofan á hann. Klárir þetta. Mikilvægt round fyrir Flensborg til að vinna. Forðast þess að þurfa að spara. Og tækniskólinn ekki svo heppnir, þurfa að spara. Stranger búinn að kaupa smoke. Greinlega með eitthvað planað fyrir þetta round. Koma allir 5 upp A-rampinn. Þar á móti einungis lesblindur. Rótitið komið, Jón mættur. Krakker nær hann að hausa hann í gegn. Það samt að bakka. Tracy nær Jón, lesblindur í gegnum smókin. Nær að taka úr Tracy. Nær samt ekki að bakka. Magnúsum nær honum og nú þeir 3 í retakinu. Stranger hoppar hann ofan á. Nær næstu í Bjarna. Tekur hann allan niður í 22. Já. Daniel aðeins að rugglast á hver vinnur og hver ekki vinnur. En hann kemur retakið, Magnúsum, hann fellur. Rafli í gegnum smókin, tekur út Daniel. Og krakkar á Stranger núna, já, bara krakkar eftir með 3 AP. Og Flensborg ná þessu retaki. Og með þessu plantin á tækniskólinn Vappa. Stranger tekur hann. Hann ætlar í B-piki, það Pillow á móti. Og Stranger vinnur þetta. Þannig kemur Stuffi frá Stranger, raflega smókaður út. Það ekkert að gerast því að þeir eru að labba upp aðeins. Bjarni í horninu að fela sig. Aftur á móti reynir hann að eldan sem að Daniel Bogi sér. Raflega nær að taka út Stranger. Þetta B-pressan sem fallin. Restin af tækniskólanum hinum á mappinu. Þetta maður ennþá í miðjunni. Þeir búin að fara bak við á. Raflega nær að taka út plantið. Aftur á móti bæði hann og lesblindur fallinir. Jón núna einn eftir á móti 3. Það maður í bakinn á honum. Aldrei að fara að búa sig því. Magnúsum klárar þetta og kemur tækniskóla upp í 5 round. Sem að bara helviti gott. Seinasta rándi núna Flensborg eiga ekki gott kaup. Vappi á Pillow. Krakker með gullfallet skota á Bjarna. Gott flikk þarna. Raflega reynir að svara fyrir. Sér þarna aðeins í Stranger. Næ, samt ekki killinu. Pillow núna í miðunni. Fær frítt frakk þarna á Magnúsum. Raflega hoppa niður. Tekur út Stranger. Þetta vappin fallin. Á saman tíma já, bíð opið, það reyndar maður komin í rotate, það Pillow. Hann neittur af línunni, Daniel klárar killið. Jón og lesblindur núna 2 eftir, krakkir í millörkinu, nær að taka lesblind. Og nú Jón 1 eftir. Þarf að finna 3, hann ekki með kit. Tíminn mjög mikið að vinna á mótunum. Sérstaklega það sem að hann þarf að hreinsa hann aðeins til í miðunni. Niður, þeir vita núna af honum. Daniel, hann tekin út. Það samt ennþá maður á server. Hann fellur Tracy. Þannig að tíminn ennþá mjög naumur. 10 sekundur í diffusinu. Nær killinu en engin kit, engin tími. Og tækniskólinn segi nær 7. rondinu og endra þennan hálfleik 9-6 sem bara nokkur standard hálfleikur.
Seinni helmingur núna farin í gang. Flensburg í þetta skiptið Termain, Pirlov og liðsblindur eru með grenur og þeir eru allir að laupa upp æð. Tækniskólinn ætti að heila í þessu öllu. Hérna koma smókanir. Þeir eru allir mættir hjá tækniskólanum. Killinn fara báðar áttir. Bjarni nær að taka út Magnús, gefur þeim yfirhöndina í þessu. Tracy hann í gegnum smókinn, nær að taka eins. Það er ennþá Kit og smók á Tracy fyrir retakið. Jónanna, þeir ætti að hafa heyrt í honum. Stranger, já, býst við þessu. Nær að taka hann út. Smókunum fyrir á bombuna núna. Og deffið hefst, það eru 5 sekundur. Nei, liðsblindur. Nær að taka út Tracy. Og Stranger núna á bombunni, ekki mikill sjans með 3 glokkur skjótandi á sig. Og Flensburg ná pistol. Það er svona spurning hvernig tækniskólinn bregst við þessu. Þetta í fyrir helmingnum var þetta fram og tilbaka. Þeir kaupa. En Flensburg þeir alltaf hlaupa bíð. Þar er einn maður til að taka á móti. Það er Stranger. Hann er flassaður, þarf að bakka. Og liðsblindur út með nær að taka út Krakker. Tracy með 7 HP líka. Stranger nær raflið hann á bíðinu en á móti er bíðið fallið. Magnúsum og Daniel seinir frá A-inu. Þurfum að finna þrjáina ef þeir ætla að ná þessu. Engin Kit á öðrum hvorum þeirra. Og Bjarni yfir smókinn, sér hann á Magnúsum. Og Daniel núna einn eftir, hlýtur að falla. Og Flensburg ná öðru rándi. Sem er mikilvægt fyrir þá. Með við hvernig það fór í fyrirhelming. Flensburg þeir ætla ekkert að hægja niður á leiknum. Þeir ætla að hlaupa upp æð. Tracy með grínu hana aðeins og snemma í því. Sem er Daniel framhjá smóknum. Sér hann að Bjarna. Það er aðeins að taka hann. En raflega upp shortið, það er maður í hornu. Nær honum. Og núna er ekki mikið sem að tækniskólinn getur gert. Þeir eru fastir baku smóka. Daniel reynir að hoppa hana fyrir ofan þá. Hann er tekin út, Tracy tekin út í gegn. Og liðsblindur horfir hann yfir smókinn, nær að taka út Krakker. Og Stranger með uspuna. Smókaður út og Pirlov nær að taka hann út. Staðan núna 12-6, fyrsta gunnrandið í seinni helming komið á stað. Stranger komin á vappan. Þessum Flensburg þeir ætla ekkert að hægja niður á leiknum. Hratt uppið, Stranger á vappanum, nær að taka út liðsblind. Hann er flassar af línunni. Þetta hægir alveg á Flensburg. En hérna koma þeir upp. Það eru 2 menn komnir í rótitið. Krakker hana nær að taka út raflið. Þetta var erfiður fight. Svingar svo út, tekur út Bjarna. Og þetta er mjög vel haldið hjá tækniskólanum. Erfitt fyrir Flensburg að halda áfram þegar þeir eru algjörlega stoppaðir svona. En Pirlo og Jón þeir ákveða að bakka. Þeir splitta aðeins upp. Einn maður að gera hljóð á A-inu. Þeir mæta svo og fara bara í sikur á áttina aftur. Spurning hvert planið er. Mér sýnist Pirlo ætla að
pressaði spíð og Jón fer að megin. Þetta eru tveir sitjandi á báðum bombsætunum og Pillow fellur, þannig að það er engin hreyfing á mappinu. Jón þarf ennþá að díla við 2. Það er að taka út fyrsta, það er Magnúsum sem er fallinn, það er ennþá maður á shortinu, ólíklega að fara að búast við honum. Nei, Daniel nær killinu, þannig 12-7, Tækniskólinn vinna fyrsta grunnrándið. Nær peningur hjá Flensburg, en erfitt fyrir það að vera algjörlega stoppaðir svona í fyrsta grunnrándinu. Stranger heldur ennþá vapninu sínum. Og það er bara sama rándið. Stranger í þetta skipti nær að taka út lesblind. Hoppar svo upp á kassan, nær ekki skotin á Rafle. Það sem hjálpin er komin. Rafle fellur hana, Jón svingar. Stranger deyr eftir að Krakker svarar strax. Núna Bjarni út miðjuna, nær einu rótetinu. Pillow tekur út City-spilaran, það er enda maður í smóknum, það er Krakker og hann tekur á báða. Það er að sitja hann í smóknum, tefja. Og Flensburg núna þurfa að, eru neittir í spar. Það eru samt nokkra grínur á þeim, þeir eru greinilega með plan. Jónina með short smoke, bara svo á mappinu. Flensburg upp shortið, þeir mæta, en Tracy Cooking og Magnúsum bara móða á niður. Þetta var svo sannarlega ránd. Bjarni 1 eftir 5. Fyrir þá sem eru kannski ekki jafn mikið að spila Vertigo og aðrir, þá er mjög lett að detta af mappinu. Það eru ekki girðingar allstaðar. Og einn af þeim stöðum er akkurát þarna á telspáninu. En staðan 12-9, Flensburg eiga núna efni á kaupi, ekki mikið af greinum samt Pillow með eitthvað, en restin af þeim í raun ekki. Þeir mæta hennar hratt upp rampin. Það er enginn á móti þeim. Daniel næstu í greipin hana. Það er Bjarni, hann heldur bara áfram, þeir ætla ekkert að stoppa. Nærtakur Magnúsum, það er samt maður inn á, það er Tracy sem nær honum. Hjálpin er komin. Flensburg, þeir eru bara að taka fæta. Smókin kemur loksins niður, Krakker nær einum og nú eru þeir 3-3. Raflega hana átti möguleika á killi nær því og setur á vel upp fyrir þetta afterplant. Bomban falið niður, 30 sek. Tækniskólinn með kit, að það er Stranger á vappanum. Smoke líka fyrir bombu. Krakker nær einum þarna. Það er samt ekki öðrum. Stranger núna fer á bombuna, 3 sek, 2, 1. Þeir eru ekki að hitta hann, hann deffar. Og hann nær deffinu hana í gegnum smókin og gefur Tækniskólanum 10. rándi sitt. Einungis 2 rándi viðbót og þá er leikurinn jafnur. Jafnur, íslenska. Það er núna 12-10, þeir Flensburg hafa verið að spila mjög hraðan leikinga til og mér sýnist að ætla ekkert að breytast. Reyndar akkurat til að segja, þá hægjar aðeins niður á sér. Steppa A main og ætla svo að labba B. Krakker nær að taka út Rafle í miðunni. Ekki mikið að vera á mappinu annar staðar. Flensburg allir búin að hópa sér saman A main og hérna koma smókanir. Tracy fjarnan í gegnum smókin, það eru 2 menn á shortinu. Bjarni sér 1, nær öðrum.
Og Daniel nær einu við smókin en Pirlo svarar fyrir leið. Og enn og aftur Flensburg koma sér í þægilega afturplant stöður. Tækniskólinn erfitt fyrir það þar sem þeir eru 2 vappar. Stranger með smókin á bombuna. Jón ennþá að fela sig þar. Krakker nær að taka út Jón. Pirlo svarar fyrir og Bjarni ætlar ekki að leyfa þess að gerast aftur. Stranger fellur og Flensburg vinna loksins inn þennan round eftir pistolið. Sjáum við á skorborðinu Bjarni efstur 28-11. Hinum megin Krakker 20-18. Og Flensburg enn og aftur þeir ætla sér að taka Arambin. Í þetta skipti tækniskólinn í bústi. Spurning hvort það klírað þetta. Lesmyndur býst ekki við þessu. Fyrsta flaggið fellur tækniskóla megin. Og þeir eru 4 mættir á æð. Flensburg eiga Arambin. Bomban samt á leiðinni annað. Þeir skildu Bjarna eftir á sandbags. Jón núna með bombuna, hann leggaður. Strange að horfa aðeins og neðarlega hana. Rafli í miðjunni, nær að taka úr Tracy. Og núna Stranger í hættu, það maður í bakinn á honum. Bjarni í lörkinu, tekur út Magnúsum. Daniel núna þarf að finna þetta fragg sem hann gerir. Pirlo núna 1 eftir á móti 3. Hann B-main, nær að taka út Stranger. En Krakker komin í hratt rotate, nær að taka hann út. Og tækniskóli nær 11 eftir randinu. Erfitt kaup fyrir Flensburg, þeir eru allir á pistum. Og Krakker hann að fara að raka þeim upp í miðunni, nær 3 rálega. Nær loksins killi tilbaka en ná ekki byssunni. Þeir eru ennþá með tekkuna. Þeir eru neittir þarna úr miðunni. Ákveða að fara þangað aftur akkurat þegar að Daniel bakkar hana. Óhefnileg tímasetning. Bjarni nær killuna á hann. Rálega skýtur hann í hausinn. Greinilega ekki sátt með það. Stranger komin í gluggan hana. Sýnist hann ætla að molla það samt. Þegar hann koma Tracy, hann staurblindur, gott flass. Nær honum alveg. Þeir hafa 2 núna, Magnúsum og Stranger. Magnúsum reyndar búinn að pusha æðina. Bjarni með hnífinu uppi ólíklega að fara að búast við þessu. Hann ætlaði hann B-main. Þar Stranger með vappan. Hann bara að feiki eitthvað rálega meðan að labba í baki á Stranger úr miðju. Hann ekkert að pæla í þessu. En Magnúsum í bakinu á Bjarna nær honum. Rafli núna það út Stranger. 1-1, 10 sek. Góður molli hana á bombuna. Og já, ekki mikið sem að Rafli getur gert hana með 10 sekundur eftir á klukkunni. Tækniskólinn hann að líta mjög vel út hérna. Spurning hvað Flensburg gerir hérna til þess að breyta það til. Þeir eru byrjað að hæja þess á leiknum. Krakker og Rafli eiga fætina í miðjunni. Krakker vinnur hann. Mikilvægur fæt til þess að vinna. Núna restin af Flensburg á leiðinni A. Jón aðeins seinna.
spotta hann að Magnúsum á shortinu. Mæta honum. Hann næri að taka út 1. Tracy yfir smókin, næri lesbinn. Það líka spamma hann að bjarna hans í gegn. En þetta verður mjög erfitt afturplant fyrir Flensburg. Það maður í bakinn á þeim. Jón fallinn. Bjarni næri að taka út Tracy. Heyrir í manninum í bak. Reynir að spila hann að smókin. Hann inn í smóknum. Spurning hvort það búist við þessu. Eina sem hann þarf 1 skot og þá hann dauður. En hann næri þeim báðum. Mjög vel spila hjá Bjarna. Byggust greinilega við því að hann væri farinn short. Þetta erfiður hálfleikur fyrir Flensburg. Það sem hann þarf til þess að ná rándi hérna einhver hero clutch play. Svonandi var það nóg í þetta skipti því að tækniskólinn á ekki pening. Staðan núna 14-12, erfitt ránd fyrir tækniskólann til að vera spari. Pirlo spottar hann á boostið. Spammar aðeins í gegn. Þetta samt í raun bara á móti uspum. Maður komin í bak. Krakkar einhvern veginn með uspukillið næst í öðrum. Jón tekið niður í 25 HP. Tracy allt í henni komið með annað kill. Krakkar í gegnum smókin, tekur út Jón. Það gleymist, þetta var uspurón. Þeir voru allir uspur. Lesblindur hausar hana í gegn. Bjarni næri að taka út Stranger. Krakkar ennþá lifandi, tekur út lesblind og Tracy á shortinu næri að taka út Bjarna. Tækniskólinn fara einhvern veginn að því að vinna fullt uspurond. Þetta hlutir sem á ekki að gerast. Flensburg núna í bara mjög lélegu kaupi. Bjarni og lesblindur eiga efni á AKM. Jón á Galil en Rafli og Pirlo á pislum. Búið að hægja alveg mjög mikið á leiknum. Flensburg lappa upp rampin silent. Þeir hafa ekki notað neitt stöf. Þeir hafa látið neitt vita af sér. Hérna kemur mollinn frá Rafli. Núna veit það af þeim. Hérna koma smókanir. Það einn maður hjá tækniskólanum á shortinu. Hann nær einum. Nær samt ekki öðrum. Bjarni svarar. Restina af liðinu fastir bak við smóka. Það samt maður inn í smókunum. Það Magnúsum. Hleypur hann í gegn, næstu að taka úr plantið. Pirlo fellur hana, Krakker nær spamminu. Og Flensburg ná að bakka. Það samt ekkert stöff á þeim. Þeir þurfa í raun bara að vinna fæta. Geta ekki notað neitt til að hjálpa sér. Krakker með fyrsta. Og restina á shortinu, þeir eru teknir út. Tracy á bombu og tækniskólinn ná að jafna 14-14. Mikilvægt fyrir Flensburg á plantinu þarna. Geta keypt aftur. Þetta skipti þeir allir með rifla. En mjög lítið af stöffi. Það allir býðið þetta skipti. Það engin pressa á aðrampnum. Rafli reyndar mættur núna. Býstu við til þess að pressa aðeins. Það kemur Bjarni bak við smókin. Tækniskólinn þeir eru ekki að gefa neitt eftir samt. Rafli búinn að lappa upp aðrampinn. Þetta retake A. Það engin mættur þarna. Daniel nær ekki að spotta Rafliðana. Hann tekinn út. Spurning af hverju hann var að pæla í shortinu. Vinur hans var með það. Óhefnileg tímasetning. Þetta myndi Krakker
Nær að svara fyrir, liðsmyndir fellur í miðjunni. Og B-ið reyndar yfirgefið, Tækniskólinn ekki með neitt mann á B-inu. Flensburg ná þessu frítt, aftur á móti Krakker nær Pillofana í krossinu. Góð staða fyrir Tækniskólanina, nóg mikið af stöffi, 3 smókar til þess að retaka þetta site. Stranger hana, það er að taka út Jón sem var að reyna að bakka. Og þeir koma núna inn að vaðandi inn, Rafli nær fyrsta, Bjarni núna 1 eftir á móti 3. Nær að finna fyrsta, tekur út annan. Magnúsum núna 1 eftir á móti 1, fer í deffið. Hættir við 3 sek, Bjarni er að reyna hníman. Hann sér hann ekki. Hvað er ég að horfa á? Hvað er að gerast? Ég skil ekki neitt. Flensburg ná 15. rúndinu, einhvern veginn. Og senda Tækniskólann í hörmulegt kaup. Krakker á Enfordum. Strangerina er að lappa í bílóbíð, spurning hvort hann nær. Já, gullfallegt skot. Liðsmyndur, hann er tekinn út. Krakker í miðjunni, hann heldur áfram. Þeir eru allir að falla. Rafli nær loksins að svara fyrir. Daniel mögulega með eina singlu hérna. Já, hittir þessu skoti, Rafli fellur. Jón og Pillow núna 2 eftir til þess að loka þessum leik. Ef að Tækniskólinn ná að sigra þetta round þá fara þeir í framlengingu. Þannig að lappa Jón og Pillow upp í Stranger á móti er með díkluna. Nær takkinu hana í gegn. Pillow orðin hálfur. Já, Jón fellur. Stranger orðin sjóðheitur á díklunni. Erfitt round fyrir Pillow. 1-4. Bomban fallin. Og Daniel kláraði þetta 15-15. Framlenging. Fyrir þá sem að vita ekki hvað það þýðir, þá verða spiluð 3 round á hvorri hlið og fyrsta leiði til þess að sigra 4 mun sigra leikinn, þannig að við erum að horfa á 19. Fyrsta leiði upp í 19 er að fara að sigra þennan leik, aftur á móti ef þetta endar 18-18 þá er það önnur framlenging. 10.000 kall í bankan. Pillow komin á vappan, sömuleiðis er Stranger á vappanum líka. Flensburg byrja termegin. Lappa hérna upp rampin. Bjarni er að búa þessu bústi. Daniel hann fellur. Magnúsum vel takkar hann í gegn. Liðsmyndur fallin í miðjunni, Rafli nær samt Tracy á A-inu. Krakker kom með 37 frögg í þessum leik, hann heldur bara áfram. Bjarni nær honum samt tilbaka, hann er komið 41 frögg í þessum leik. Magnúsum á shortinu, nær takk út í Jón. Stranger á vappanum, hoppar hann upp, nær takk út Bjarna. Pillow núna 1 eftir á vappanum, þarf að finna 2. Smókur farinn á bombuna. Heitir ekki skotinu, þarf að drepa réttan gæja, gerir það ekki. Magnúsum fellur en Stranger var á bombunni. Magnúsum tankar hann að skotið fyrir hann og Tækniskólinn eru komnir yfir. Staðan 16-15. Rafli er komið framlega á æðinu, það er maður að fela sig baku pillarinn. Hann sér rétt svo í hann, nær killinu.
Daniel á shortinu. Mikið af stöffi að rigna yfir æð. Aftur á móti lesblindurinn hleypur shortið nær að taka úr Daniel. Þetta A-sæti fallið. Tracy snær samt lesblindi gegnum smókin. Allir þrír hjá tækniskólanum fastir bak við smókana. Pillow hættulegur hann að falla. Hann tekinn út. Bjarni og Jón núna tveir eftir. Tracy fellur. 2-2, það er smók, það er kitt. Krakker nær að taka út fyrsta, það er enginn á bombunni. Jæja, Krakker, hann heldur áfram. Og Flensburg þeir gera vel til að koma sér í þessa stöðu, en tækniskólinn eru bara gríðarlega sterkir í rítekinu. Ég held að þeir hafi unnið ríteks á aðinu oftar en ekki. Eitt ránd til viðbót áður en að hliðum verður skipt. Flensburg skella sér B-megin. Bjarni fær hann að flass í grifjuna. Það er svona enginn á mótunum. Raflega aftur með fyrsta fraggið A-megin. Daniel fellur. Og þeir stöffa eins B, setja smá pressu þangað. Aftur er bomban á leiðinni A. Það er Rafli búinn að fá fyrsta killið. Magnúsum einn eftir á A-inu. Hjálpin er á leiðinni. Tracy kominn í Keflavík. Þannig kemur smókurinn frá lesblindum. Þeir eru samt þrír mættir fyrir tækniskólanum hana. Stranger með millörki, tekur út Bjarna. 4-4 núna, bomban á leiðinni niður. Jónar vel takkaður í gegn. Svona þetta er afturplan sem að Flensburg þarf að vinna. Það er svo mikið af rándum sem þeir hafa tapað í þessari nákvæmlegu stöðu. Raflega hann að framlegur á shortinu. Krakker nær honum. Hoppar svo upp. Hann er tekinn út af lesblind. Og þeir eru mættir á bombuna. Það er maður á bombunni. Hann nær deffinu. Og tækniskólinn ná að sigra öll 70 rándin. Þeir þurfa núna 1 ránd í viðbót á terliðinni til þess að sigra fyrsta kortið. Bjarni kominn á vappan fyrir Flensburg. Á móti er tækniskólinn með 2. Krakker átti möguleika á fyrsta killinu hana. Aftur á móti Stranger með vappan sinn. B-megin er að fylgjast með píkinu. Raflega er ekki að gefa honum það. Bjarni hana með vappan tekur út Krakker. Þetta er góð opnun fyrir þá. Tækniskólinn þurfa núna að líta eitthvað annað. Raflega mjög líklega með killina á Stranger. Hann fellur. Restina af tækniskólanum verður að lappa hann upp í góð greina. Ætti að gera mjög góðan skaða. Jæja, Raflega klárar þetta, tekur úr 2. Magnúsum núna 1 eftir á móti 5. Og það er spurning hvað hann reynir að gera. Það er ekki endalaus peningur, þannig að það væri alveg ágætis play að spara á vappanina. Mér sýnst hann ætlaði að reyna í þetta samt. Bjarni núna með línuna. Það er að taka út Raflega. Hoppar svo upp. Bjarni tekur hann. Og Flensburg ná 16. Þurfa að sigra 2 ránd í viðbót til þess að fara í aðra framlengingu. Tækniskólinn þurfa aftur á móti bara 1 ránd til þess að sigra leikinn. Eða mappið, fyrsta mappið.
Þetta skiptið er raflega 1 á A-inu. Restin af Flensborg eru í miðinu á B-inu. Greinilega ekki að búast við neinu A-play, sem er hárrétt því að Tækniskólinn er að safna saman í miðjunni. Flassana í B-grifuna. Stranger er staurblindur. Jón er fyrir ofan hann. Spenning, hvað er í gangi? Stranger er hvað? Hanna hlaut að koma að því. Jón fellur. Þetta er ákveðin skellur. Aftur á móti koma þér út miðjuna. Tracy Cookin tekur út lesblind og Rafli Rafli nær killi á A-inu. Aftur á móti er restina á takkinu að koma. Pirlov nær að svara fyrir, en þeir þurfa ennþá að finna 2 í viðbót Tækniskólinn til þess að sigra. Rafli ennþá í miðjunni. Pirlov B-megin, það sem maður kominn lengst inn á B-ið, það er Stranger. Bomban er ennþá á spáni. Spurning hvort að Flensborg halda þetta sé eitthvað svona fake, út af því að bomban er ekki farið niður. Aftur á móti er það ekki málið, heldur eru Tækniskólinn mjög hræddir það að þeir eigi ekki bombuna. Aftur á móti er enginn hjá Flensborg búin að aggro neitt, þannig það er ekki málið. Núna ættu þær að vita nákvæmlega hvað er í gangi. Flensborg 1 retake. Raflega 1 á móti 3 núna. Stranger nær killuna á Pirlov. Þarf að finna 3, hann er með vappan í þetta. Krakker, hann fellur. Stranger framhjá servernum. Raflega nær honum. 1 á móti 1 núna. Daniel lætur sjá sig, en það er ekki nóg. Raflega nær ekki seinasta og Tækniskólinn sigra fyrsta map, sem var mappickið hjá Flensborg, og næst er þá Mirage sem hefst eftir örfáar mínútur. En þangað til þá ætla ég að ná mér eitthvað að drekka og ég verði komin aftur innan skamms.
Ja, þá hefst seinna mappið. Verða hnífar aftur hérna til þess að ákveða hvor meginn þú vilt byrja. Tækniskólinn valdi þetta mapp. Eru búin að koma sér í 1-0 fórustu núna. Þar sem þeir sigra mapp pikkið hjá Flensburg. Og mér aðeins eitt af þessum mappum sem að á góðum degi er tersided. Ef þú ert með spilurinn sem eru í raun bara að hitta öllum sínum skotum. Aftur móti er það líka mjög oft svona 10-5 city-sided, þannig að þú vilt í raun byrja city megin. Bara upp á öryggið. Þannig að tækniskólinn byrja city megin. Tracy er komið með kit og smoke. Flensburg megin. Rafli er með smoke og flash. Förinni er heitið á bíð. Þar á móti er tækniskólinn reiðbúnir í 3 manna setupi. Og hérna kemur smokurinn og flashið yfir. Daniel spottar þetta. Þeir koma hérna allir út úr húsinu. Leysblindur nær fyrsta. Magnúsum er tekið niður sem leiðis og krakker fellur. Strange er í hjálpinni nær að taka út Leysblind, en þeir þurfa að finna 4 í viðbót. Strange er búinn að lauma sér hérna út kitchenið. Jón sér við því og Bjarni nær að loka pistólnandinu. Og tækniskólinn með 3 manna setupi á bínu náðu samt ekki neinu úr því. Fyrsta killið kom í raun ekki fyrir að rotatið kom. Og þeir ákveða að kaupa ekki. Ok, áhugavert með að við senasta leik. Þá akkurat keiftuður inn í þetta round. Þannig að koma þær allir í miðjuna. Frekkinn falla báðu megin. Rafli aðeins takkar hann í gegn. Þannig að þetta hleypur upp shortið. Hann taka út Tracy. Ágætlega dýrt round fyrir Flensburg, en þeir ná sigrinu. Þeir ná vinninu. 2-0. Góð byrjun fyrir Flensburg. Mikilvægt að vinna pistolið T-side á Mirage, og sérstaklega að þú náir að vinna þetta anti-eco round. Þannig að Strange eru komin á vappan. Hleypir henni út miðju. Rafli, hann er tekinn út. Sumleiðis Daniel sér einn upp rampinn. Nær killinu á hann yfir smokin. Jón fell líka. Bjarni í Pallas nær einum. Hann er tekinn út. Pillum núna einn eftir. Upptengið. Daniel nær einhvern veginn þessu killi. En vel tíla við þetta A-split hjá tækniskólanum. Flensburg, þeir ákveða að kaupa inn í þetta. Nokkrar díglur, það er í rauninni eina sem eiga efni á. Þeir eru bara breytir mappið, reyna að finna einhver pick. Það er Stranger hoppar hana úr glugganum, tekur út Leysblind í underpassinu. Pirlo búinn að labba upp Arabin. Daniel nær honum samt. Spurning hvort hann hafi séð hann. En Stranger, hann heldur áfram. Og tækniskólinn ekki að gefa mikla sjensa. Jón núna einn eftir. Er með bombu. En nú einungis með díklu og 1 flash. Á móti riflunum hjá tækniskólanum. Steins er næst búinn að falla hana. Ákveður að bakka, lifa með vappan. Jónina nærtökur Daniel. Tracy spottar hann hana og þeir svinga báðir saman. Og Jón fellur 2-2. Og tækniskólinn að byrja þetta mapp vel.
strax búin að loka á hann hraða spilastíl sem að Flensburg voru að nota í Vertigo. Það var gamla góða waterfall út Pallas. Daniel í perfect stöðu fyrir þetta. Þeir eru allir að fara að hoppa beint í hann. Það er að taka 2 áður en hann á ekki fleiri skot. Bjarni næri einum, Jón næri öðrum. Tracy Mikkeldagan dó ekki þarna, nær killinu á Jón. Núna Bjarni einn eftir á móti 3 með digluna. Tækniskólinn ekkert að gefa neitt færi á sér. Bjarni reynir að leita af einhverju. Ekki mikið til þess að finna samt. Og Tracy frá defaultinu næra taka hann út. Tækniskólinn nær 3. rándinu. En núna komið að næsta gunnurándi. Spurning hvort að Flensburg haldi áfram í þessum hraðastíl eða hvort þeir hægi aðeins niður á leiknum. Það er autosniper. Það er autosniper í 7. rándi. Jæja, áfram með þig. Krakker komin á autosniperinn. Hann er á leiðinni á shortið. Stranger í glugganum með vappan. Nær að taka út Jónan í gegnum smókin. Krakker með autosniperinn tekur út Pirlov. Bjarni á shortinu nær að taka út Krakker. Þetta er autosniperinn fallinn en hann deyr leið. Ramlega og lesmyndur þurfa að kannski ekki vinna rándið en allavega að ná einhverjum killum hérna bara til þess að tækniskólinn sé ekki með mikið pening. Það er hættulegt fyrir Flensburg ef að tækniskólinn nær að safna peningnum. Magnússon sér þannig einn í B-húsinu, það er Lovely, hann er lár. Það eru mjög erfitt fyrir hann til þess að vinna þennan fight. Af svona býður hann eftir Stranger nær honum. Magnússon ennþá að B-inu. Þetta er auðvelt kill fyrir hann. Lesbindur þannig reynir að ná killin á hann. Af svona Magnússon að spilda vel, felur sig þannig undir. Lesbindur aðeins að fylgjast með bakinu. Fimm sekundur eftir að klukkunni sýnist hann ætla bara að spara þetta. Og Flensburg taka timeout. Þetta held ég fyrsta timeouti sem við erum búin að sjá í kvöld. Hvert lið fær ég myndi giska 4 en chati sagði 3. Það fá allan að annarkvort 3 eða 4 timeout í hverjum leik. 1 mínúta í hvert sinn. Tækniskólinn með allan pening sem við erum búin að safna henda sér í 2-fallan vappa. Krakker og Stranger báðir á vappanum. Stranger búin að vera fálega nokkuð mikið að killum með þessum vappa. Býst við að hann haldi því áfram inn í Mirage. En peningurinn er mjög nauminn hjá Flensburg. Þeir ákveða að kaupa niður hlutblindur á 0 krónum eftir spari í seinasta rándi. Hendir Akani yfir á Bjarna. Þetta er ekki hvernig þetta virkar Stranger. Góð tilraun. En Bjarni hérna fær flass inn í tengið. Bjarni nær Tracy að svona Stranger með nóskopið, tekur hann út, Rafle fellur sömuleiðis í miðjunni. Restin af Flensburg komnir upp aðeir.
gott kill hana hjá Lesblind. Maður á shortinu með vappa. Svona Lesblindur með línuna á hann, neyðir hann til þess að fara glugga megin. Nær svo að bakka. Magnússon hleypur honum þangað. Þeir eru 3-3, krakkar eru ennþá í glugganum. Lesblindur heldur áfram nær Daniel í CT spáninu. En hann kemur í tekið, Magnússon tappar bombuna, það eru samt menn báðum megin við hann, nær einum, nær ekki öðrum. Og bomban var bara ofurlangt farin, krakkar nær báðum spilurum Flensburg. En því miður nær hann ekki definu og Flensburg vinna þetta round. Þetta var diglu round hjá Flensburg sem er unnu, spurning hvort að þetta sé nóg til þess að koma þeim aftur í gang. Hefur verið mjög hægt sig sinns round. En peningurinn var búinn að safnast upp hjá tækniskólanum, þannig að þeir eiga ennþá öfn á kaupi. Þess á móti mikilvægt fyrir þá að vinna þetta round, því að það er lítið sem engin peningur eftir í bankanum. Og hjá Flensburg förinni heitið á B-ið. Eru allir búin að safna sér saman í B-húsinu bak við smókin. Einn maður efst á miðinni í lörkinu. Þeir að koma Magnússon fær þá alla á móti sér, góð greina hana. Þeir eru komin fram hjá honum. Flensburg ná 2 opnunarkillum, krakkar nær einum en það var ekki nóg. Bjarni í lörkinu tekur út Stranger. Og það er ennþá maður á A-inu hjá tækniskólanum. Það er alveg mjög góð spurning hvort það spari hérna. Sýnist þeir ætla ekki að reyna í þetta. Góð ákvörðun. Hvað var það? Peningin. En Flensburg ná að jafna leikinina. Það er auðvitað betra fyrir Flensburg að þetta heldur áfram að vera svona jafnt. Því að Flensburg term eigin eru mun sáttari með 8-7 round heldur en tækniskólinn væri. Spurning hvort að tækniskólinn kaupir með þessum byssum, eða hvort þeir leyfa Daniel og Tracy bara að vera einir í sínum málum. Já, þeir ákveða að kaupa ekki. Þannig að það eru 2 fleiri spili hjá tækniskólanum. En restina af leiðinni eru bara á pistlum. Krakkar næra að reynsa út miðjuna, veit að það er ekkert í gangi. Sömuleiðis Stranger búinn að pusha underpassi. Þeir ættu núna að vita að þetta sé A. Rotatið mjög hægt samt á leiðinni, þeir vita allt en einhvern veginn ekki búin að koma sér í betri stöður. En það kemur tekið. Það er einn maður á trippul, hann er tekinn. Magnússon næra að taka út raflega. En þeir þurftu helst að ná öðru killið hana. Tracy fellur í CT spáninu. Og þetta eru báðir riflanir sem eru dauðir. Og Flensburg ná að tækla þetta round mjög vel. Aftur á móti ákveðið spurningamerki hversu langan tíma tók tækniskólan að bakka A með hana. Þeir vissu í raun að bæði miðjan og B voru hreint. En Stranger með súsinn, spurning hvort hann fái eitthvað út úr honum, en mér sýnist Flensburg ætla að spila þetta öruggt. Hoppa í CT-spánið, eða telspánið segi ég, og CT-spánið og lifa með sína byssur. Heyrðu. Peningurinn er ennþá slæmur hjá tækniskólanum. Þeir þurfa að taka annar round í pistlum. Sem þetta Jón ekki með byssu. Af hverju Jón ekki með byssu? Hann átti að sjá þessu. Hann nógu fljótur? Nei, Jón þarf því miður að spila þetta land á klokkunni. Þannig að koma Pirlov nær fyrsta. Krakkjar fellur í rampnum. Þeir eru 2 núna mættir upp rampinn.
Tracy nær einum, það ennþá 2 menn í viðbótina. Bjarni nær takur Stranger. Núna Magnúsum og Daniel eru búin að ná að fela sig mjög vel. Það maður í samlokunum með honum. Lesmyndur nær að taka hann út. Það er Daniel núna einn eftir, hann að fela sig ennþá. Hann ekki búin að vera að klíra, Rafli, hann fellur. Vita núna af honum, Bjarni nær honum. Flensburg komnur upp í 6. Núna komið að kauprandi hjá tækniskólanum. Vappin komin á Stranger. Hingað til hafa Flensburg ekki verið að spila með vappa termin. Það ætla sér B aftur. Þeir eru búin að hópa sér saman í B-húsinu. Hérna koma smókanir. Á móti Magnúsum, en hann bara einn á B-inu. Þarf að díla við á alla hérna. Nær að taka út einn krakkir komin í hjálpina frá shortinu í gegnum smókin. Þeir eru allir mættir. Bjarni búinn að lappa upp shortið. Að fara að koma hérna í eyrun á þeim. Það er að taka út Magnúsum. Sömuleiðis fellur krakker. Og tækniskólinn, þeir eru allir 3 að koma úr kitchenu. Þeir eru smókaðar út úr glugganum. Eiga líka 1 flass eftir, annars eru 2 kit í spilinu. Þessi með gullfallegt skot nær svo öðrum. Og Daniel klárar Rafli einhvern veginn aldrei í hættu hjá tækniskólanum. Það mjög gott B-hól hjá tækniskólanum. Þótt hann var einnana þá gerði hann sitt allra best til að lifa. Hjálpin komin á 0-1. Og Flensburg, þeir eru komin á vappa núna. Pirlo tekur hann. Það rush upp að Tracy með 2 spraydown í gegnum smókin. Nú Daniel, hann ennþá inn á sætinu. Rafli nær að taka hann út. Bombar fyrir núna niður. Pirlo nær að taka úr Stranger í gegnum smókin. Gefur þeim mjög góðan séns. Krakker nær að svara. Svolítið Rafli með killið á Tracy sem var lár. Og Krakker núna eftir á móti 2. Hann með vappan. Erfitt að horfa á báðastæði í einu með vappanum. Getur í raun bara skotið einu skoti í einu. Pekar hann upp Mollas. Ákveður að smóka rampinn. Svona Bjarni komin út Pallas. Það að taka hann út. Og Flensburg komin upp í 7. Og Flensburg, þeir neyða tækniskólann aftur á Spar. Hefur verið mjög mikið að sparandum hjá tækniskólanum. Stranger mjög nálægt í að fá killana í miðinni með digluna. Þannig að hann heldur áfram að spila í kringu smókin. En Flensburg, þeir eru mættir upp shortið. Ná að taka út krakker á shortinu. Pirlo með skotana í gegnum smókin á fullri ferð. Leiti einu sinni ekki út eins og hann væri nokkurn veginn nálægt í að hitta hann. Trótti nær einu skotaðan í hausna á honum og Pirlo klárar þetta ránd fyrir Flensburg. Stað núna 8-5. Þetta hann mjög góður hálfleikur fyrir Flensburg. Tækniskólinn núna þurfa að finna einhver svör. Stranger komin á vappan. Hann í glugganum bara.
Koma A-smókan hérna yfir frá Flensborg. Það er maður undir, það er Daniel með MP9. Jón nær að taka hann út. Alltaf þetta er Tracy framhjá smókurum, nær að taka 2. Þetta er risastórt fyrir Tracy þarna. Ná þessum killum. Bjarni upptengið. Stranger að búast við þessu. Það er að taka hann út. Það er ennþá maður inn á sætunni. Það er Tracy að fela sig bakur default-kassan. Það eru engir smókar eftir á Flensborg. Þeir hæja alveg niður á leiknum. Rafli og Pirlov sitja nálægt aðramnum. Stranger er samt að fylgjast með þessu. Rafli reynir að hoppa upp á Pallas. Hann er tekin út. Pirlov með kill á móti. Þeir vita samt núna af honum. Vappin er búin að koma sér vel fyrir. Og þetta er skot sem að Stranger er að fara að hitta allan daginn. Og tækniskólinn núna komur upp í 6 sem er vel á sér vikið. Mikilvægt fyrir það að ná þessu seinasta rándi. Flensborg þeir spila hans hægara ránd núna, eru búin að breiða sér mappið. Rafli er spila aðeins í kringu smókin á B-inu, reyna að fá eitthvað tækifæri. Hann hoppar út, Magnúsum heyrir í þessu, ætti að vita af honum. Rafli spammar hann bara í gegnum kassan. B er núna fallið. Svona Bjarni í lörkinu, hann er tekin út. Það er enda maður á shortinu, Pirlov ætti að hafa séð hana, nær honum. Og Flensborg eiga núna P-sætið. Stranger á shortinu. Jón óheppinn hana, horfir akkurat í burtu. Þetta er Pirlo með vappalínuna, tekur út Stranger. Og Daniel núna einn eftir á móti 3. Það er að taka út fyrsta. Þarf ennþá að finna 2. Engin kit. Tíminn mjög naumur. Og hann nær öðrum. Pirlo fellur. Rafli núna einn eftir. Tíminn er samt alveg farinn. Jafnvel ef að Daniel hefði náð þessu killi, þá var bomban allan daginn að fara að springa. Staðan 9-6 fyrir Flensborg í hálfleik. Og nokkurn veginn jafnleikur. Þetta er svona það sem maður mætti búast við af Mirage. 10-5, 9-6. Fer eiginlega mjög mikið eftir dagsformi hvort það sé Terr sem eru með 9 eða CT. Fer allt eftir í hvernig tækniskólinn er á Terr-hliðinni. Svo myndi ætla þér að henda stöffi yfir A og enda B. Flensborg þeir eru allir að fara. Þeir eru allir að fara á B-inu. Það er engin eftir á B-inu. Tækniskólinn fær þetta algjörlega frítt. Lesmyndu spottar þetta núna. Þeir ætti að vita að þetta hafi verið fake. Jónana með litla sprayið, nær að taka út Daniel. En hérna er íteki komið. Bjarni nær að taka út Tracy. Lesmyndu sömulegis nær Magnúsum. Krakkar nær loksins killi á móti. Stranger nær öðrum. En nær Bjarna 1-2 núna. Það er engin kitt í spilinu. Þannig að þetta er Jón að halda honum mjög uppteknum. Nær killinu á hann. Pirlov ætti að vera með nægilega mikinn tíma til að diffjúsa þetta. Og Flensborg núna komin upp í 10. Gleymist alveg að tækniskólinn hefur komið tilbaka úr þessari stöðu áður. Og það var bara fyrir nokkrum mínútum. Þeir ákveða að kaupa inn í þetta ránd, eru á mökkum, eru greinilega með eitthvað plan hérna inn í rándið, koma upp æð.
Móti Pirlov á CT-spáni. Hann smókaður út, raflega í stiganum, nær að taka 1. Pirlov núna horfir hana yfir smókin, nær að taka út Daniel. Og tækniskólið þegar búið að hægja verulega mikið á þeim. Það maður að koma upp tengið. Nær að taka út raflega. Þetta setur smá pressu á Flensborg. Við vita í raun ekki hvar þeir eru. Krakker nær öðrum einhvern veginn. Magnússon nær killinu á aðspilarana. Það Pirlov sem fallinn. Og Krakker hann heldur bara áfram. Komið með þriðja í rándinu. Bjarni 1 eftir á móti 3. Nær að taka út Stranger en Krakker nær 4. Og leið og Krakker nær þessu killi í tenginu. Það fer allt í kaos hjá Flensborg. Og tækniskólinn ná að kapitalæsa á því. Staðan núna 7-10. Flensborg ná ekki að vinna rándið eftir pistol. Þurfa núna að spila sjálfur á pislum. Bjarni hérna undir ætti að heyri í þessu öllu. Krakker rétt svo kíkir í underpass. Óhefnileg tímasetning þannig. Það eru 3 menn á bíinu. Flensborg góður séns hérna. Þeir hoppa fram hjá Jón. Raflega nær 2. Allt í henni Magnússon 1 eftir á móti 3. Jón og Raflega með 2 hvor fyrir sig. Mjög vel spila hjá Flensborg. Aftur á móti Magnússon í gegnum smók. Situr hana nær 2. Raflega 1 eftir á móti Magnússon. Hann vel takkaður. Raflega fastur á bekknum. Magnússon hann klárar þetta 1 á móti 3. Situr í shortsmóknum og nær öllum 3. Þetta var rán sem að Flensborg átti að vinna allan daginn. Mjög vel spilað. Og það er annars bara ránd. Flensborg þurfa að safna pening. Það er hægara ránd. Tækniskólinn ætla að feika B en enda svo A. Pirlov hann skilinn 1 eftir á A-inu með uspuna. Bjarni í bakinu á B-inu samt. Ætti að vita núna að þetta sé fake. Nær að taka út Krakker. Stranger þarf að ná killinu hérna. Bjarni nær honum. Þetta eru 2 byssur komnar í hendur á Flensborg. En á móti B eða A afsakið fallið raflega í CT-spánu. Nær ekki killi. Flensborg þeir eru mjög lágir í þetta retake. CT-spánu tekið af tækniskólanum. Jónanna fær flassi gegn. Tracy spilar þetta vel, anti-flass. Missir alveg af flassinu. Núna Bjarni 1 eftir á móti 3. Hann ætlar að spara. Þeir með AK inn í næsta ránd. Og tækniskólinn 1 rándi frá því núna í jafna. Annað spar hjá Flensborg. Ok, áhugavert. Þeir ætla að leyfa tækniskólanum að komast mögulega upp í 10 hérna. Móti því að þeir fá betri byssur og betri grenur. Sem þetta hérna kemur A-take hjá tækniskólanum. Bjarni í gegnum jungle smokein. Hann spottaður. Magnússon nær honum niður. Pirlov núna 1 eftir bak við smókin á CT-spánu. Hann greinaður og stöffaður algjörlega út. Og Flensborg eru núna allir fastir bak við smókana. Aflega hann upp stigan. Hann tekinn út. Jæja, Tracy klárar þetta CT-spán. Tekið af honum. Núna Jón 1 eftir. Hann með deglu. Lítið sem ekkert sem hann getur gert. Best að falli ná nokkrum killum hérna. Þá myndum við sínist þeirra vita nákvæmlega hvað hann Stranger tekur hann út og jafnar þetta fyrir tækniskólan.
Og núna kaup komið hjá Flensborg. Loksins. Vappin komin á Pirlov. Flensborg ætla að hlaupa upp miðuna. Bjarni og Rafli mættir. Svona Krakker og Daniel ná þeim báðum niður. Núna lít sem ekki búið á rándinu. Og tækniskólinn nú þegar 3-5 aftur á móti þeirra að fara að hoppa í gegnum smók. Jón tekur út 2. Átti góðan möguleika á 3. Aftur á móti hann tekin út af Krakker. Og þrátt fyrir alltaf tækniskólinn ennþá í yfirhöndina. Liðsblindur mögulega frá að fá killjuna ef að Daniel fer aðeins of langt. Missir af því. Hleypur í bombuna nær. Ekki neinu út úr því samt. Og Pirlo hann eins og ekki búinn að færa sig af setispánu. Hann ætla sér bara að spara þennan vappa. Mjög erfitt og ólíklegt ránd fyrir hann ef hann ætlaði sér að reyna í þetta. Tækniskólinn komnir í 11 núna yfir. Á mjög góðu rönni hérna til þess að loka þessum leik bara. Staðan auðvitað 1-0 fyrir tækniskólanum. Þeir mappi yfir. Þurfa bara að sigra 1 í viðbót til þess að sigra seríuna. Og fyrir utan við vappana á Pirlo þá Flensborg í spari. Rafli nær að blokka hana windowsmókin. Svo múti hann bara með uspu. Erfitt fyrir hann að ná okkur killum með henni. Tækniskólinn á þessu, þeir eru ekkert að drífa sig. Kemur einhver svakalegu smókur á Krakker. Mjög forvitin hvar þetta að fara að lenda. Mér trúi þess að þetta hafi verið jungle smókur. Tækniskólinn kemur hérna upp rampinn. Það vappi í setjaspáni. Það Pirlo reynir að hoppa hana yfir. Samt blindaður af flassi. Þannig ekki bara Tracy í gegnum smókin. Jón nær killinu. Góð opnun fyrir Flensborgina. Pirlo á kitt. Alveg vel gerlegt fyrir Flensborg. Svo múti Pirlo hlýtur að falla hérna. Þetta vappin sem farin. Jón á A-kanni nær að taka út Stranger. Svinga svo lengra út, tekur út Daniel. Nær að byrja upp kittin. Magnússon fellur. Krakker hana í gegnum. Kemur sér í gegnum ramsókin. Nær að taka út alla 3. Gullfallega spray hana hjá Krakker. Ég var að reyna að átta mig á því hvort þeir hafi í raun. Ég held að kittið hafi ekki farið á bombuna. Sem ákveðin skellur. Munar mjög mikið milli 10 sekúndna diffuse og 5 sekúndna diffuse. En tækniskólinn á ákveðinu róli hérna. Krakker búin að vera bara sjóð heitur. Talandi Krakker, hann tekin út. Rafli nær killinu á hann í miðinu með vappa. Svona Stranger kominn í gegnum ramsmókin. Það í raun engin aðspilari hjá Flensborg. Núna að róteta 2 í gegnum 70. Rafli mætir núna með vappan. Spurning hvort að hann aldrei að fara að búast við Stranger hana. Eða hvað? Nei, hana hoppar Rafli upp. Hann tekin á Magnúsum. Leðsmyndur, það gat í setjaspóknum. Nær að taka út 1 í gegnum hann. Svona þetta erfitt plant. Bjarni svingar, neitar plantinu. Pirlo á því. Hleypur upp stigan, vel spilað. Nær að taka út Stranger. Og Magnúsum felldur sömuleiðis. Og óhefnilegt að þessi setjaspók hafi feilað.
Og Flensborg þeir henda í timeout. Þetta annað timeout í leiknum. Setur okkur í 1 mínúna pásu. Sem bara perfekt fyrir Mills að fá með smá að drekka. Flensborg loksins komni með round eftir 6 rounda sirpu frá tækniskólanum. Þetta búið að vera mjög erfiður hálfleikur. Mikið af spörum. En peningurinn hjá tækniskólanum ekki það góður. Flensborg í góðum sensin að þeir vinna 1 eða 2 rándi viðbót að senda tækniskólanum í spar. Og það ekkert verra en að þurfa að spara þegar staðan 12-10 eða 12-11 segi ég. En Flensborg þeir spila nokkur megin standard, ekkert aggression eða neitt early að koma út. Aftur á móti tækniskólinn ekkert heldur í því. Eru búin að samna sig saman í B-húsinu. Sýnist 2 að vera að line upp í smóka á terspáni. Hérna koma það eru 2 hjá Flensborg. Mætti til þess að taka móti þessu. Liðsblindur og Jón. Góð smók þannig að nú sem nær fyrsta. Jón tekur samt út annan. Bjarni kominn í backupið. Góð flössana frá Rafle. Og Bjarni klárar þetta með 4. Og vel haldi hjá Flensborg. Þeir ná báðir þannig að þótt þeir náðu kannski ekki að lifa þannig að þeir að fá kill hæja aðeins niður á þessu. Hjálpin kom. Og mjög góð flössana hjá Rafle. Þeir voru í raun allir stöðræðir. Tækniskólinn eins og ég sagði ekki á góðum pening. Stranger á diglunni. Það ekki mikið að vera af stöffi. Það allir 5 að mæta út miðuna. Liðsblindur á shortinu. Aðeins að pressa miðuna. En Flensborg í raun ekkert að spila upp á miðuna. Tækniskólinn eiga núna miðuna. Spurning hvað að gera með það. Eru hingað til bara að sitja og bíða. Rafle nær ekki killinu þannig að Bjarni nær samt að svara fyrir. Tækniskólinn þeir halda bara áfram að chilla í miðunni. Stranger leggaður. Þeir komin upp í gluggan. Bjarni býst við þessu. Nær killinu á hann. Og Tækniskólinn það eiga miðjuna en einhvern veginn ekkert að gerast út frá því. Leyfa Flensborg bara að pikka þá. Krakkir spottar Bjarni. Hann reynir að prefæra. Ekki að hitta. Bjarni nær að beila. 28 HP á krakkir. Hann hoppar hann yfir. Tekur út liðsblind. Bjarni núna ætlar í baki á hennum. Það samt annar maður að hoppa upp í gluggan. Það Stranger. Nær ekki hoppinu. Bjarni hárur eftir í tímasetningu. Nær krakkir. Aftur á móti lítið á skotum í byssunni hjá honum. En þannig bomban farin. Þetta hlýtur að innsigla roundinu fyrir Flensborg. Stranger held hann sé ekki með tíma til að planta. Og Flensborg ná að vinna þetta round. Úi. Og Flensborg komnir yfir aftur. Það búið að vera litla sirpan hjá þeim. Og tækniskólinn núna í bullandi klandri hvað var það peningin. Staðan 12-3 að þau þurfa að spara. Ekki beint skemmtilegast ákvörðun til að taka. Þeir alltaf hlaupa hérna út. Pallas, Pillov smókar af. Bjarni að fara að fá 4 menn niður Pallas. Mikilvægt bombplantina hjá Daniel. Bombur farin niður. Rafle mættur í hjálpina. Bjarni tekin niður. Aftur á móti Rafle og Pillov bara að klára þetta.
ekki mikil mótspinna í klokkunum og Flensburg ná að vinna þetta round með alla 4 lifandi. Það er risastórt fyrir peningin því að þótt þeir tapi einu roundið þá þurfa ekkert að spá í því að þurfa að spara. En á sama tíma tækniskólinn með bombuna ná núna mjög góðu kaupi. Aftur á móti er mjög mikilvægt að þeir vinni þetta round því að þeir tapa þessu roundi þá eru þeir ekki með nægilega mikið pening í næsta roundi fyrir gott kaup. Þannig að sömuleiðis ef að Flensburg ná að vinna þetta round þá er þetta í raun mjög líklegast innsiglað. En hérna kemur tækniskólinn út rampinn í gegnum smókin, það er Vappi inn á A-inu, það er Pirlo. Hann er í bullandi klandri. Þannig að þeir ekki að pusha hann, hann kemur hann, Stranger nær honum. Bjarni í gegnum smókin er að reyna að finna plantið nær því. 4-4 núna. Daniel í gegnum hverfandi smókin nær að taka út raflega. Þetta er mjög erfitt retake fyrir Flensburg. Sérstaklega með þessari grinu, hún gerir svo mikinn skaða. Bjarni nær að taka út fyrsta. Býður svo eftir Vin nær að taka út Daniel. En nær ekki hinum tveim. Og tækniskólinn, þetta var gríðarlega mikilvægt round fyrir þá til að vinna. Flensburg þeir eiga efni á einhvers konar kaupi. Það voru 2 sem að gátu ekki keypt. Það var Rafli og Bjarni og þá myndi Bjarni fær M4 frá Vin. Og tækniskólinn þeir ætla að henda í fake hérna. Smóka yfir B-ið. Það eru allir farnir af A-inu. Pirlo ákveður samt að bakka aðeins aftur á A-ið. Ekki mikið að vera á B-inu. En þetta fake er allan daginn búið að gera sitt. Pirlo fellur á CT-spánu og Stranger það er maður í terraspánu. Hann er tekinn. Raflega nær honum í bak og núna Bjarni þeir eru ekki að búast við honum svona snemma. Hann nær að taka út 1. Mikilvægt að hann ná að lifa hana. Magnúsum staurblindur. Jón nær að taka hann út. Flensburg eru byrjar að deffa hérna. 1 maður eftir, hann er oflangt í burtu til þess að gera eitthvað í þessu. Og Flensburg ná 15 roundinu sínu. Tækniskólinn ná algjörlega að selja þetta feika á B-ið en ná einhvern veginn ekki að halda afturplantinu. Staðan núna 15-13. Flensburg þurfa 1 round í viðbót til þess að senda þetta í 3. map. Tækniskólinn getur hendur sig í framlengingu aftur. Ef það er vinna 2 í viðbót. Ekkert að vera á mappinu. Tækniskólinn spilda mjög hægt, eru dreifðir, sjá hvað þeir finna. Daniel tekur inn á miðjuna, Magnúsum í aðstoð. Flensburg hafa ekkert mikið verið að fæta fyrir miðjuna, þannig að þeir eru raun bara að gefa hana. Það eru 3 menn á CT-spánu, ég veit ég alveg hvað er í gangi hérna. Stranger nær að taka út Pirlo. Sem þetta er það er maður komin í tengi, þetta verður mjög erfitt hold fyrir CT hana. Aftur á móti eru þeir að díla við þetta nokkuð vel. Raflega nær að taka út 2. Daniel 1 á móti 2. Flensburg geta smakkað sigurinn á Mirage. Aftur á móti Daniel Hákon séns hérna. Þarf að finna Rafle með 50 HP og setna með svo Bjarna. Setjum niður smók, næra koma sér í aðra stöðu. En þannig er það Daniel, hann fellur. Staðan 16-13 og Flensburg senda okkur í 3. map sem er Inferno. Enemies flashed, já, ekki þannig að því. Það er 29. En
þá smá pása og meðan við býðum eftir þriðja mappi, þannig að ég verð komin hérna eftir örskamma stund með senast mappi. Staðan núna 1-1.
Það fer þriðja mapp að hefjast milli Flensborg og Tækniskólans, staðan 1-1. Bæðið sigruðu mapp ekki á óvinnum, andstæðingunum, kannski ekki óvinnir. En það eru hnífar. Þetta er Inferno, þetta er mapp sem þú vilt byrja að setja í raun sama hvað. Þannig að liðið sem að vinna hnífa verður afar sátt. Góð byrjun hana hjá Flensborg. Sýnist þeir alltaf að taka þetta. Og býstu við að byrja að setja megin. Það er allavega mjög góður boost að byrja að setja megin á Inferno. Það er mjög þægileg stað að vera í. En það er armor á öllum í Flensborg. Eru ekki með neitt kit eða neitt. Stranger hílu megin með smoke, flass og Furnir heitið A-megin. Smokurinn kemur hann út frá Stranger. Þeir eru allir að hlaupa hús. Á móti er Bjarni og Rafli á A-inu. Þannig koma allir. Bjarni nær fyrsta, Rafli tekur út annan. Mikilvægt að hann ná að lifa eða allan að ná að killi hérna. En hann er svormaður 3-3 núna. Allan daginn Tækniskólanum í vil hérna. Perlov mikilvægur fæll til þess að vinna Stranger. Hann fellur. Og Flensborg núna í ennþá betri sjans. Magnúsum nær einum, Tracy nær öðrum. Jón núna einn eftir. Tracy klárar. Tækniskóli nær að bjarga þessu. Og mikilvægt round fyrir það að vinna. Pistoli í T-side á Inferno. Mjög mikilvægt round. Ennþá mikilvægt að þeir vinni þetta round. Fjórar á leiðinni, Banana hérna, Pirlov með flassi tilbúið fyrir lesblindan. Þróndi sér hann ekkert. Flassi aðeins og snemmt. Bústi kemur hana, krakkar. Kemur annað flass. Lesblindur, oi! Nær að taka út krakkar, þetta var ógeðslegt skot. Stranger lappar hana einn upp miðjuna. Rafli nær að taka hann út. Veit ekki alveg hvað planin var þar. Aftur á móti hérna kemur B-teikið. Þurfa að koma sér inn á B án þess að missa mann. Hingað til gengur það vel. Lesblindur fallinn. Pirlov nær að lifa hana. Aftur á móti hérna kemur swingið. Ná ekki killinu hana. Þetta var mjög góð opnun fyrir Flensborg að þeir hefðu náð henni. Býðar eftir smóknum. Það er engin kit í spili. Jón er með smók fyrir bombuna ef hann vill nota það þannig. En Daniel hann er tekin út. Magnúsum nær einum á hann er tekin út. Og Bjarni klárar Tracy og Tækniskólinn nær ekki alveg að klára þetta afturplant. Set smá spenningamerki við pushið þannig upp mixið. En Flensborg ná að vinna þetta. Og Tækniskólinn neittir í pistlunar aftur. Bjarni þannig í miðunni setur mikla pressu. Veit að þetta er alveg hreint. Tækniskólinni þeir eru allir að hlaupa hús. Rafli, góður molli. Þessi molli stoppar á alveg. Nú er smókur til að fara í gegnum. Henni kemur flassið. Reyna að koma sér út. Ná því Rafli. Spreyta henni, tekur 2 nær þriðja. Og
þetta var tilraun. Tækniskólinn ná ekki neinn út úr þessu. Og mikilvægt fyrir Flensborg að hafa náð þessu rándi. Núna samt kaup hjá Tækniskólanum. Fyrir minn í fyrsta kannandi. Málið hann niður miðju. Smá pressa á longinu. Stranger með góða greina, hann tekur smá af bílspilaranum. En Tækniskóli, þeir eru ekkert að spila þetta mjög hratt. Eru núna að setja pressu á longið, að ná húsinu. Mjög standard plan fyrir TS-spilara í Inferno. Ráðlega samt að aggro á húsið hérna. Tækniskólinn búin að bakka úr því. Góð tímasetning hana fyrir að nær killna á Krakker. Mikilvægast að hann nær að lifa, nær að bakka. Núna með þessar upplýsingar fyrir liðið sitt. Ok, þeir voru að bakka úr hægri miðinu. Mjög líklegir á bíð. Þetta leyfir Bjarna að hann hættir þetta við, en Bjarni hefði getað farið bímeinana. Voru í raun með allar upplýsingar það. Góður smók, þannig að vel tímasættur. Bjarni núna komin í rótitið. Allir hjá Tækniskólanum eru á longinu. Stranger með smók tilbúinn. Þetta smókur fyrir Ruins. Þannig að hann viffar honum. Pirlov getur öðrulega hlaupið hana fram hjá 10 sekúndur eftir af klukkunni. Mjög lítill tími eftir lesmundur með alla fyrir fram að segja aftur þetta nær Stranger einhvern veginn plantinu. Og hleypur hann í burtu, en þetta mjög erfitt ránd fyrir hann. Og Rafleik klárar. Þessi smók þannig hjá B-spilunum. Neittu Tindastól í það að bíða og bíða og bíða. Þannig að það var dítill sem engin tími eftir. Og Tækniskólinn, þeir eru aftur komnir í spar. Díklur á fjörnum þeirra. Flensborg hafa ekkert verið að gefa mikið eftir í þessum rándum. Gott slassana neyðir Bjarna af línunni. Þetta Tækniskólinn á leiðinu upp mixi, 2 í húsi. Mjög aftarlegt sett upp hjá Flensborg. Eru raun bara að stóla á það að þeir eru með betri byssur. Raflega nær að taka út Krakker í húsinu. Mixið gefið. Jón heyrir þannig í skotunum úr mixinu. Raflega nær öðrum í húsið. Tracy fellur. Maður í tennis, sagði Magnúsium. Hann fellur líka. Jón klárar þetta og Flensborg lifa allir 5. Mikilvægt fyrir peningin sem Raflega komin upp í 10.000. Pirlov og Jón á 8.000. Og þetta verður mjög hættulegt fyrir Tækniskólann ef þeir leyfa Flensborg að byggja peningin svona upp. En gott kaup hjá Tækniskólanum. Hérna kemur bolli niður miðju. Hann hoppar fram hjá honum, nær að taka Bjarna niður. Þeir gera sér tilbúin að fara upp mixið. Hérna kemur flassið. Krakker nær að taka út Jón í húsinu. Hann heldur svo áfram. Raflega nær rétt svo killinu, þannig að leifir með 13. Og þeir eru allir komnir tennis, hlaupa upp. Gott setup á sætur. Bjarni nær fyrsta. Raflega nær ekki killinu, en Bjarni nær takkur Tracy. Nú eru þeir 2-2. Daniel hefði getað fengið killið hana á Pirlo. Svona núna lesblindur lappar hana inn, nær að taka úr Daniel. Þeir vita af seinasta. Þeir eru að
Lappa hana fram hjá hann. Liðsmyndur gerir þetta vel. Nær að taka hann út. Og Flensburg ná að bjarga þessu. Þetta var leit svolítið hættlægt út á tímapunktum en hérna á þessu. Staðan 5-1. Tækniskólinn hafi í raun verið mjög nálægt því að vinna þessi ránd. Rafli núna komin á vappan, nær að taka út Stranger sem var að hoppa ofan í rottuna. Bjarni komin niður með hérna, hann er að vera að reynsa B, það er ekkert B. Núna skil ég ekki af hverju það er ekki rotate, þannig kemur rotatið. Það eru bara 2 menn á A-inu. Jón er tekinn í rotatinu. Magnúsum nær að taka út Bjarna líka. Rafli fellur og þetta er alltaf fallið sundur hjá Flensburg. Þeir einhvern veginn vissu allt en náðu samt ekki að ná tökum á rándið. Já, Magnúsum klárar þetta með lörkinu í markóin. Og Tækniskólinn komnir núna með fyrsta rándið sitt síðan Pistol. Þetta var alveg ágætlega sannfærandi ránd. Rafli komin aftur á vappan. Stranger í þetta skipti komin með vappan. Sömuleiðis krakkir á vappanum. Það er ekki oft sem maður sér vappa í T-Side Inferno og það er ennþá sjaldnar að sjá 2 vappa í T-Side Inferno. Býstu að þetta hægi mjög mikið á leik hjá Tækniskólanum. Þannig er þeir að taka langi en að Pirlo er tilbúin með flass fyrir vin sinn. Flassi kemur. Það er samt ekki nógu framlega til að vera gripinn af því. Eins og ég segi, mjög hægur leikur hérna hjá Tækniskólanum. Bjarni er líklegast tekinn hérna í boiler, Daniel nær honum. Rafli sömuleiðis sýnir skuggan sinn. Hann næst samt 2 út úr þessu einhvern veginn. Krakkar næst svo loksins að svara fyrir. Jón 1 eftir á A-inu, hann þarf að gera mjög vel hérna. Þannig er Tækniskólinn, þeir eru ekkert að drífa sig í þetta. Þeir eru að leyfa rótið núna að koma, nú eru þeir mættir 2 á Markó. Hæ alveg verulega í þessu. Það er núna komin í baki á þeim. Það er Pirlo sem er að labba bakvið á lesblindur er greipinn hana. Pirlo nær einum. Reynir svo að svinga hana, nær ekki öðrum. Jón 1 móti 1. Tíminn er mjög naumur. Krakkar þarf að finna hann og hann nær ekki skotinu. Engin tíma að planta. Nær að fara hann í gegnum smókinn. Tekur hann út. Og Tækniskólinn nær rétt svo að vinna þetta ránd. Lítill tími eftir. Þetta var orðið verulega hættulegt þegar þeir hægðu svona á sér. Vanalega eru bara 3 spilarar á A-inu, þannig þegar þeir náðu 2 killum á A-spilarna þá er líklegast 1 eftir á A-inu. Og það er akkurat mjög gott að aggro A-inu. Bjarni með singluna á Daniel. Reynir sitt allra besta að bakka. Tracy nær samt killinu hana í gegnum vegginn. Stranger pressar hana mixið. Förin er samt heiti á B-ið. Þar er Pirlo 1 til að slaka mótið. Hann er á bústinu. Þeir hlaupa báðir fram hjá honum. Nær að taka út 1. Heldur sér á lífi. Það er mikilvægt 4 á móti 3 núna. Ég alveg séns inn í þetta retake. Rafli spottar hana í bakinu á langinu.
Pirlo ef hann vinnur á fight, hann gerir það. Það verður mjög erfitt fyrir Krakker og Stranger. Krakker núna einn eftir, næra taka út Jón, einn á móti einum, lesblindur ekki með kit. Krakker næra að jiggla hana, sýnir aðeins öxlina á sér, lesblindur þarf að fara á bombunni. Og tíminn algjörlega farin frá honum. Og Krakker næra að sigra þetta round. Þetta var mjög dýrt fyrir tækniskólann samt. Sé það bara á peningnum. Stranger með 3700, Magnús með 4400. Daniel á ekki efna á kaupi. Það mikilvægt fyrir tækniskólan að vinna þetta round til þess að halda peningnum góðum. Flensburg samt jafn tæpir á pening. Stranger með vappalínu upp miðuna, það samt engin vappi hinum veginn til þess að kíkja á mótunum. Þannig kemur Markosmókur. Flensburg ekkert búin að vera að berjast fyrir longið. Hann var í raun bara verið að gefa það. Spila flash retake. En jafnvel þá eftir að hafa tekið topp longið þá bakkar samt. Stranger fær þetta nokkurnu veginn frýtt. Ráflega hann spottar einn mannin. Gott spray nær tveim. Spurning hvar hjálpin Bjarni á langir aðeins og seint í píkið. Hann tekin út af Stranger. Núna kemur rappið. Jón útilokaður í pittinu. Að fara að fá þá alla þrjá upp Marko. Næði samt Pirlo í gegnum smókin. Næði ekki að taka neitt út en lesmyndur í library. Næði einum áður með Stranger klárar þetta round. Tækniskólinn komnir upp í 5. Vanalega Inferno þannig map að þetta endi 10-5 fyrir CT-unum. Þetta alveg ágætlega CT-setted map. Þannig að það að tækniskólinn séu komnir upp í 5 round af 10 mögulegum mjög gott merki fyrir þá. Það alveg komið niður miðuna. Ég held að veitur samt af honum. Já, Krakker nær honum. Á móti eru 2 menn að hlaupa niður longið. Komur í bak, Pirlo nær engum út frá því. Aftur á móti annar maður í bakinu. Stranger í telespóni nær að díla við það. Jón að taka einn út en kannski aðeins svo verður við að halda einu einn með 5-7. Bjarni núna einn eftir á móti 4. Einungis með Deiglu. Tækniskólinn núna komnir yfir. Kaupa hjá Flensburg. Engin vappi. Raflega búin að vera að vappa hingað til. Aftur á móti hann greinilega sáttur með M4-in í þetta skipti. Longið tekið við Flensburg.
breyta þess til, eru núna eiga stjórn á longinu. Stranger með golden greinu hann á Rafle. Rafle nær að hausa hann en Stranger nær honum tilbaka. Bjarni núna nær að svara fyrir. Aftur á móti mixið fallið. Tækniskólinn á stjórnin á því. Þeir hlaupa CT. Bjarni á móti nær að taka út fyrsta. Reynir að hoppa hana frá. Það hann ekki að ná því. Hoppar hann niður. Magnúsum nær að koma í baki á honum. Þetta bíðið fallið. Lesblindur og Pirlo koma báðir CT spawn. Það Magnúsum að fylgjast með þeim. Aftur á móti Pirlo sér hann ekki fyrst en nær einhvern veginn að finna hann hana. Tracy núna einn eftir á móti 2. Pirlo mjög lár. Hann tekin úr. Lesblindur einn á móti 1. Engin kit, tíminn orðinn naumur. Kittin leikur hann á beint fyrir framan hann. Aftur á móti held ég hann hafi tíma. Mikilvægt clutch fyrir Lesblind hérna. Hann er að jafna leikinn. En tæknaskólinn þeir eiga ennþá kaupinni. Stranger ennþá á vappanum. Aftur á móti eru þeir orðnir mjög tæpir á pening. Þetta hafa ekki verið hreinustu rándin. Hafa ekki lifa margir í gegnum það. Þetta Flensburg þeir gera þetta aftur. Taka langið. Þetta skiptið Stranger ekki með stjórn á því. Á móti tækniskólinn þeir eiga húsið. Stranger hann að mólaður af. Flensburg vilja greinilega alls ekki missa stjórnina á longinu. Bjarni gefur færi á sér. Aftur á móti Stranger hittir ekki skotinu. Núna koma þér í bak. Long. Bjarni nær 2. Jón á ænu nær að taka út Tracy og krakkir núna 1 eftir á móti 3. Hann er komin út hús. Aftur á móti bomban fallin í mixinu. 40 sekúndur eftir af klukkunni. Hann þarf að finna 3 spilarina og ná bombinni. Bjarni er komin í góða stöðu en að krakkir þarf að býst aldrei við þessu. Og Flensburg núna komin upp í 7. Allt að snúast við. Greinilega orðið þægilegra fyrir það núna þegar þeir eiga longið. Þurfa ekki endalaust að vera að giska hvað er í gangi. Bjarni núna á vappanum hoppar. Það tekur Stranger í hoppinu. Taka hann niður 27. Og hérna komaði hratt upp mixið. 2 flush og go. Og hérna hlaupa tennis. Það eru 2 menn í grifju til þess að taka móti. Bjarni með vappan. Kannski ekki besta staðan sem verið í. Nær samt fyrsta. Það er tókut annan. Magnúsum fellur. Hann heldur áfram. Tracy með deiglun. Hann nær honum samt í gegn. Og Lesblindur í grifinu nær að taka úr 2. Þannig að Tracy svarar fyrir. En það eru að 3 menn komur upp shortið. Upp tennisinn. Staðan núna 8-6 Flensburg. Saman hvað búin að vinna hálfleikinn. Þótt að vilji líklegast fá 9. rándið sitt. Sýnist tækniskólinn ætla bara að rusha bíð. Smókur CT frá spawni. Lesblindur á móti því. Góður mónlega hana. Neitar þessu alveg fyrir þá. Ákveða að hætta við. Bjarni er búinn að pusha niður miðuna. Stranger
Þetta næstu í killana. Rafli píkar hennar niður miðuna, Daniel nær honum. Meðan þeirra berjast Mixi, Stranger fellur fyrir P250-inni, Bjarni nær honum. Daniel tekur út Jón. Allt í hennu falla allir hjá Flensburg og Pillow er 1 eftir á móti 4. Og það er maður enda í miðinni, hann takkar hann. Það er að taka út Magnúsium. Þarf ennþá að finna 3. En hann gerir það ekki, 8-7 í hálfleik. Eins og ég segi, Flensburg vinna hálfleikinn en mjög vel á sér vikið hjá Tækniskólanum að ná 7 rándum minna. Það er meira en maður myndi búast við Terside Inferno. Þá er spurning, Tækniskólinn er með Grino og Tracy. Bjarni er með Smoke Flash. Flash upp með Jón er tekin, Stranger staur blindur. Þannig komaður upp Mixi, Stranger á móti, næra bakka. Hann er samt að fara að fá það alla 4 í sig, Rafli fellur. Og þeir hlaupa svo B, þar er Daniel að pusha niður langið. Hann nær eilum samt. Nær öðrum, Lesblindur fellur, Bjarni 1 eftir. Reynir að fara í hnífinn, en Tækniskólinn vinnur þetta ránd. Og pásan kominn. Staðan 8-8. Það að tapa pistolinn að setur Flensburg í svolítið leiðilega stöðu. Hafa tapað báðum pistols hingað til. Þá hefst leikurinn, Flensburg þeir ákveða að kaupa. Kemur lítið sem ekkert á óvart, þeir hafa vanlega verið að kaupa í þessum rándum. Svonandi planið virðist vera að hlaupa upp aðeð. Rafli fremstur í för, fær Flash upp Mixi, Stranger á móti. Nær einum án að hann er tekin út af Rafli. Rótiti frá bíinu komið, Daniel er að fara að fá þá beint í andliti. Pillow nær að svara, Magnúsium í baki, nær að taka úr Pillow. Núna er bomban fallin, shit í spán, Bjarni 1 eftir, hleypur upp longið. En Krakker klárar þetta ránd vel höndlað hjá Tækniskólanum. Og Flensburg neyddir í spar. Tækniskólinn ætlar sér að taka longið. Bjarni nærðan að Stranger var ekki að búið svona hröðum í boiler. Svona var hann líka 1 í mixinu. Það kannski mætti búast við því að hann myndi vera tímasættur svona. Tækniskólinn eru undir í þessu rándi, eiga samt mun betri byssur. Flensburg er að lappa húsið. Rafli er með 1 flash. Ég býst að þetta verði flash yfir aðeð og út úr hús. Aftur á móti flashið hittir ekki. Tracy nær einum, hefði allan daginn átt að ná fleirum hana. Rafli
nærtekur Magnúsium. Krakker aftur á móti nær Bjarna og Pillof brennur. Nú er 2 á 2 Rafli búin að pikka upp Og. Það er vel geranlegt ránd fyrir tækniskóla. Fyrir Flensburg segi ég. Tækniskólinn með hellingastöffi. Líka báðum með kit. Rafli hann tekinn. Vita ekki Jón. Jón spilar þetta vel, næra taka út fyrsta afturmöndi. Bomban deffuð. Jón aðeins og lengi hana að ná killinu á fyrsta gæðan. Nær ekki að drepa diffuserinn. Og gefur tækniskóla 10. rándið sitt. Afturmöndi drepa 4 og ná bombinu niður. Það meira en maður getur óskað af íkróndi. Þannig vel gert hjá Flensburg þar. Þannig kemur aggro peak á langið af vappanum. Það samt ekkert að gerast á langinu. Nær ekki neinu út úr því. Stranger einhvern veginn komin niður miðju. Ég veit ekki alveg hvað í gangi þar. Það Rafli í gegnum smókin. Hann nær honum. Það annar maður tenni samt. Rafli ekki að búast við þessu. Rafli tekin út og Tracy nær að bakka. Flensburg núna aðeins óvissir hvað ætla að gera. Ætla sér enda B. Krakken núna búin að róta þetta yfir á B. Verður smókaður samt út. CT smókurinn komin út. Þrýningur. Mollaður. Krakken nær samt pillóðinni gegnum smókin. Gott. Tímasendingaskot. Jón. Hann tekin út. Daniel. Nærðum öllum 3. Vel haldið. Og tækniskólinn komin upp í 11. Þetta voruð ansi erfitt fyrir Flensburg. Fara úr því að tapa 1-1 út af smoke defi í það að vera algjörlega lokaður út af B-inu. Þeir ákveða að kaupa. Strange núna komin á vappan ásamt Krakker. Píkarinn að hægri miður, nær að taka Bjarna í gegnum vegginn. Flensburg eiga núna longið, eru búin að senda 3 menn upp longið. Tækniskólinn ennþá með eiga ennþá mixið, þannig þeir vita í raun að það er eitthvað að fara að gerast. Það var það örugglega að fara að gerast á B-inu. Kemur CT smókur frá Jón. Pillow samleiðis í boilerunum eitthvað að feika aðeins. Ekki nærna að selja það samt því að Stranger í rótirinu. Vita núna af Krakker. Daniel mollaður út. Krakker nær ekki að hitta skotunum. Móti Bakran tekur út lesbind. Þeir eru 1 í 1 að fara í hann. Rafli nær loksins killin á hann. En hann ætti aldrei að fara að ná 2 þarna. Stranger leipur í gegnum sittismókin. Tekur út Rafli í plantinu. Bjarni núna fyrir planti. Pillow nær 1. Tracy nær að svara fyrir Stranger. Og Tracy núna 2 eftir. Bjarni lappar í Stranger, þannig að vel spila hjá honum. Tracy fellur líka og Bjarni nær að klötja þetta rán tilbaka. Og það sem er merkilegast við þetta er að peningurinn hjá tækniskólanum var það lágur. Það eina sem þurfti var 1 ránd og þeir eru sendir í spar. Flensburg taka longið. Þetta er svipað ránd og seinast. Eiga núna longið.
Læna sig upp í smóka. Tækniskólinn er bara að fela sig. Þeir eru einhvern veginn komnir með öll killin. Rafli núna 1 eftir á móti 3. Rán sem þetta er aldrei að falla með tækniskóla virðist vera að gefa. Daniel ennþá lifandi inn á sætinu. Rafli er að reyna að finna eitthvað. Það er ekkert að sína sig. Nær að taka út Magnesium. Tekur út Daniel. Tracy núna 1 eftir með digluna. Kíkar hann aðeins á Rafli. Takkaði niður í 16. Rafli fer í plantið. Tracy krossar. Annað fake plant. Tracy ekki að kaupa það. Kaupar það núna. Og Rafli tekin út. Góð tilraun. En þetta er rán sem ætti aldrei að falla með tækniskólanum. Og Flensburg, þetta er timeout. Mínútu seinna, leikurinn hafinn aftur. Bjarni og Rafli á AKM. Ekki mikill peningur eftir í bankanum hjá Flensburg. Þurfa að fara að ná okkur rándum á borðið. Tækniskólinn algjörlega stoppaði rólið sem að Flensburg hefði mögulega getað farið á hana. Double wappi, erfitt að díla við það. Rafli flassar hann að Bjarna upp mixið. Tækniskólinn eru alveg búin að gefa það. Eiga samt info B-main. Krakki er neittur af línunni. Allir spilararnir hjá Flensburg mættir A-main. Þetta eru 3 menn til að taka móti sér. Bjarni nær 2. Pillow nær svo Tracy. Allt hérna aðsetti fallið. Og setupið sem var svo gott. 3 sitjandi á aðeinu tilbúnir fyrir aðhittið. Einhvern veginn fell á allt í sundur. Og Flensburg komnir upp í 10 núna. Daniel og krakki að reyna að spara peningurinn auðvitað í hakki á tæknaskólanum. Stranger á efni á kaupi en fyrir auðvitað það þá er lítill sem engin peningur eftir. Og tæknaskólinn, neða sigur Flensburg hendur í timeout. Greinlega eitthvað vesen hjá Bjarna.
Þetta mútið búið. Tækniskólinn á lillegu kaupi. Magnesium og Tracy þurfa að sætta sig við pislur. Það mútið Flensborg eiga allt sem þeir myndu nokkurn tímann vilja. Krakkar í píkir á banana, nær að taka út Jón og Lesblind í einu skoti. Og hérna koma þær upp í Krakkar góður mollegana nær þriðja. Pirlov fellur ekki, Pirlov einhvern veginn nær að veit ég hvað þetta var, dodja þetta skot. Núna Bjarni og Pirlov tveir eftir, þeir þurfa að fá kill helst án þeir planta bombunni. Bjarni nær því að hana býst ekki við öðrum í baki, Pirlov nær honum. Nær Magnesium, hann komið framalega, Pirlov þarf að búast við þessu, gerir það. Flensburg nær einhvern veginn að vinna þetta round. Þetta var svo nálægt í að hitta hana hjá Krakkar. Nokkrir pixlar og Pirlov var dauður. En tekniskóli peningurinn í hakkinu, þeir eru allir á pislum. Það ætla að hlaupa niður með Pirlov nær fyrsta. Þeir eru allir mættir niður með Rafle, hann tekinn út. En þeir fá ekki mikið meira út úr þessu rándi. Staðan 12-12, jafnt. Annað gunn ránd, peningurinn búinn að safnast vel upp hjá Flensborg. En ef þó tapir rándi þá eru þeir ennþá í góðum málum. Þessum að get ég ekki sagt það sama fyrir tækniskólan. Kvarkar einur gerir skaða nánast öllum í liðinu, en þetta bara B-raust, þeir ætla að strauja inn á B-ið. Krakkar hann tekinn út, Daniel nær samt 2. Bjarni nær honum samt 3-3. Ágætlega langt í rotatið. Lesblindur mjög lágur hérna. Sömuleiðis þarf ekki mikið til þess að drepa Jón. Smókarnir eru samt góðir. Brennir mjög mikinn tíma af hjá tækniskólanum. Tracy nær takk út Lesblind. Bjarni 1 núna á móti 3 nær fyrsta. Aftur þetta mjög erfitt. Strange þarf bara að vera að horfa á þetta. Gerir það og sigur þetta round fyrir tækniskólan. 13-12. Og Flensborg að koma sér í svo góðar stöður, en einhvern veginn tækniskólinn bara að vinna mjög vel úr þeim. Og bankinn leyfði fyrir annað kaup. Flensborg eiga efna því. Pirlov á vappanum. Þeir eru allir í hægri miðunni. Engin pressa á B-inu. Tækniskólinn að spila mjög aftarlega báðum megin. Stranger var með línu í mixið, ákveður að gefa hana. Flensborg taka núna longið. Það einn maður á B-inu. Þrjum að þetta ekki mikil hætta. Það doublesmokar reyndar. Og Flensborg ætla sér B. Mjög góð ákvörðun. Krakkar í CT-spawnu verður líklega smókaður út. Þannig kemur teikið. Krakkar þarf að vera fyrir framan þess að smóka. Nær einum, nær líka að lifa, þannig að mikilvægast að Daniel núna þarf að ná allavega einum, gera það ekki. Jón nær honum, 4-4 núna. Steinsir með spammið í gegn. Smá takk á Pirlov, nær samt ekki bombunni.
Ok, er með killið á Pirlov. Þetta vappin fallin. Núna engin smókur. Bara 1 flass eftir hjá tækniskólanum. Þannig að þurfa í raun að drepa þessa gæja á lunginu. Takk úr 2. Bjarni núna 1 eftir á móti Stranger. Stranger með kit, hann ætlar að stikka. Bjarni þarf að píka. Gerir það, jafnar leikinn 13-13. Og peningurinn ennþá vel naumur hjá tækniskólanum. Þurfa núna að taka ákvörðum hvort þeir ætla að kaupa inn í þetta eða hvort þeir ætla að leyfa Flensborg að fara upp í 14. Sýnist það að þeir ætla að hleypa Flensborg í 14. 2 grenur. Spurning hvort þeir séu að fara að hlaupa niður miðju aftur. Gera þeir Bjarni 1-5. Hann tekin út. Leifsprindur, hann fellur líka. Allt í henni þetta genanlegt. Magnesium spottar hann á bombuna. Þarf hann á þessu killi nærði því. Allt í henni alltaf fallið sundur. Ég skil ekki hvernig þetta heldur á hann að gera straflega. Nær að vinna úr þessu. Tekur út 2. 2-2 núna. Daniel í góðri stöðu. Pirlov býst við honum. Og Pirlov nær að klára þetta round. En þetta var stórhættulegt round. Tækniskólinn fóru hársbreytt frá því að ná að vinna þetta. Tækniskólinn núna það eitthvað round til að vinna, þá það þetta. Þá Flensborg að græða sig undir húspopp. 3 í húsinu. Mjög líklega til þess að reyna að koma sér út þar. Þá voru þeir smókaðir út, þannig að spurning hvort það breyti því plani eitthvað. Magnesium í mjög góðri stöðu til að taka á móti þeim ef þeir reyna eitthvað. Þannig að kemur flassi frá Rafle. Þannig að koma þær út Magnesium. En það í góðu stöðinni. Nær að taka út 1. Tracy nær öðrum. Það svara fyrir leið. Og núna 3-3. Það ennþá maður inn á sætunu. Það Stranger. Nær að taka út Pirlov. Nær líka Jón. Bjarni núna 1 eftir á móti 2. Nær að koma sér í cover. Þetta mjög slæmur staður, erfitt að vinna úr honum. Bjarni þarf vel að finna 1 kill og lifa, gerir það. Veit ekki afstæðin sér, sér hann hana. Ja, Daniel segi nær honum og kemur Flensborg í 15. rondið. Og við kíkjum aðeins á skorportið. Bjarni og Rafle 32 kill, 31 kill. Og þessi clutch hjá Bjarni í seinustu rándum hefði getað farið á hinn veginn allan daginn. Þannig að næra vinna úr þessu kemur Flensborg upp í 15. rándið. Og tækniskólinn þeir hörmulegt kaup. Deiklur, Scout 5-7. Maður búinn að pusha hús. Pirlov nær honum. Ekki góð byrjun í þessu rándi fyrir tækniskólan. Maður núna að bakka af B-inu. Það ekki gott merki því að Flensborg ætla sér að enda B. Ákveðar reyndar að fara að núna. Það maður búinn að akra á húsi. Pirlov nær honum. Magnesium núna 1 eftir á æðinu. Hann þarf að díla við 3 spilara sem að koma. Rafle klir hann ekki. Hann lifir nær einum. Þannig að hann svo tekinn niður. Krakkir núna í rótetinu. Með Scout. Hleypur hana áfram.
næra takkar aflega, það samt ekki nóg. Daniel 1 eftir núna mútið 4 til þess að halda þeim á lífi. En hann fellur og Flensborg vinna þessa seríu 2-1 og þar með enda í fyrsta sæti yfir í Counter-Strike. Og ég segi bara takk fyrir mig, takk fyrir áhorfið og bara GG á bæði lið.